Góðan dag, kæru áhorfendur, stjórn og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í Sveitarstjórn Borgarbyggðar á fund númer 269 og segi fund hér með settan. Til fundarins eru mættir aðalmenn, sú sem hér stendur, Guðveig Eyglóadóttir, Davíð Sigurðsson. Eva Margrét Jónudóttir er fjarverandi en í hennar stað situr fundinn Þórður Brynjarsson. Eðvar Ólafur Traustason, Telma Dögg Harðardóttir, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir er fjarverandi en í stað hennar situr fundinn Kristján Ágúst Magnússon. Bjarni Láradóttir Bjarnadóttir er jafnframt fjarverandi en í hennar stað situr fundinn Kristján Rafn Sigurðsson. Stefán Broddi Guðjónsson, Lilja Björg Ágústsdóttir og Hlöðver Ingi Gunnarsson. Er hann væntanlegur? Nei, hann er ekki fyrirgefið. Fundargerðar Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu. Forseti óskar eftir að bæta inn með afbrigðum einu máli og tveimur fundargerðum. Það er umsögn drög af frumvarpi til laga um breytingar á búvörulögum nr. 25/10/077 og kemur það þá undir lið nr. 25. Fundargerð velferðarnefndar frá fundi nr. 164 og myndi það þá koma undir lið nr. 31. Og fundargerð fræðslunefndar frá fundi nr. 245 og kemur það þá undir lið nr. 32. Og ég bið þá fundamenn sem samþykkja breytingar frá auglýstri dagskrá að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá er okkur ekkert að vanbúnaði en að hefja dagskrá og fyrst er það skýrsla sveitarstjóra eins og venjan er og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson að gera svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnar fulltrúar, kæru íbúar Borgarbyggðar og aðrir áhorfendur. Leyfið mér að stikla hér á stóru svona nokkur þau mál sem að mér eru hugleikin og komið mér upp í hugan þegar ég velti fyrir mér þessari skýrslu minni en aldrei tæmandi upptalning, það er auðvitað feikin nóg að taka. En það er auðvitað mjög áberandi að haustið að skollið á, það er ekki bara að réttir eru að klárast og sláturtíð og slíkt, heldur sjáum við það svo sannarlega hér í okkar stærstu stofnunum sem eru skólarnir. Það er nú stærsta ábyrgðarverkefni sveitarfélaga, það er rekstur grunnskóla og leikskóla. Nú umræða menntun og skólamál mjög áberandi í samfélaginu og ekki síst umgjörð leikskóla. Og kannski svolítið áhugavert að nú þegar Reykjavík boðar breytingar, þá fyllast umræðuþættirnir. En fjölmörg sveitarfélög, þar á meðal Borgarbyggð, búin að vera að ráðast í breytingar. En kjarnandi sá að það hafa voruð mikla breytingar í starfsumhverfi leikskóla og nú síðast bara með styttingu vinnuveikunar. Þannig að hún kemur í framhald af mörgum öðrum svona breytingum og lagabreytingum og svona samfélagsbreytingum sem hafa breytt töluvert mikið umhverfinu og það er bara ekki boðið að gera ekki neitt. Við erum svo lánsöm hér í Borgarbyggð að vera með frábæra leikskóla. Já, og ég hef sagt það hér áður og við tölum kannski aldrei oft að frábæra leikskóla og reynda að skila síðasta íbúakönnun meðal sveitarfélaga þeirri niðurstöðu að hvergi á landinu virðist vera eins mikil ánægja meðal íbúa með þjónustu leikskóla og í Borgarbyggð. Það er gríðarlega mikilvægt að verja þessa stöðu og við þökkum auðvitað okkar frábæra starfsfólki fyrir að við erum í þessari stöðu og líka bara öll því fólki sem er komið að því að móta stefnu leikskóla hér. Innleiðing á nýrri umgjörð fyrir leikskólann í Borgarbyggð, hún tók gildi 1. september og byggir í grunninn á því að leikskólann er gjaldfrjáls frá 8 til 2 og foreldrar sem kjósa sér minni vistun fyrir börnin sín borga þá lægra gjald en áður. En ólíkt mörgum sveitarfélögum þá á Borgarbyggð ekki að hækka gjöld á þá foreldra sem þurfa að halda vistun frá 8 til 16. Ég leyfi mér að segja allavega, ég vona að ég sé ekki of fljótur á mér, en nú komin aðeins reynsla á þetta, en auðvitað að klára veturinn, en ég leyfi mér að segja hvert sem litið þá hefur verið ánægð með breytinguna meðal. Margir foreldrar hafa farið í styttri vistun, starfsfólk á leikskólanum hefur meiri sveigjanleika til að mæta undirbúningi eða sinna undirbúningi og svo auðvitað 36 stunda vinnuviku. Það er lykilatriði til þess að stýra álagi betur í leikskólanum og gera það meira aðlaðandi vinnustöðum. Við erum bara ánægð með hvernig þessar breytingar hafa gengið og ég tel
að þetta muni skipta verulega máli í því að styrkja skólan okkar sem vinnustæði og tryggja ánægju meðal starfsfólks og ég vona svo sannarlega íbúa einnig. Ég bara þakka starfsfólki, börnum, foreldrum og öðrum aðstandendum, já og líka kjörnum fulltrúum fyrir jákvæðni og samstöðu í þessu frammáli. Nú, 6 mánaða uppgjör sveitarfélagsins til svo ég veiki nú kvæði mín í kross. 6 mánaða uppgjör sveitarfélagsins, þar sem uppgjörið frá janúar til loka júní, til umræðu hér á eftir. Það búið að fara við tölurnar í byggðaráði. Það nú einnig svo að við erum að nota mælaborð, þar sem mánalega farið yfir reksturinn með byggðaráði. Þannig að það nú ekkert í uppgjörunum sem ætti beinlínis að koma óvart. Kemur ekki mér eða kemur ekki ætti ekki að koma byggðaráðsfulltrúum óvart. En þegar horft er á uppgjörið þá verður eins og hafa í huga og mikilvægt það kom fram á meðan rekstrarkostnaður sveitarfélagsins fellur til nokkuð línulega, þetta er nokkuð jafnt yfir árið, þá eru rekstrartekjurnar mjög afturþungar og eru jafnan mun meira á seinni helmingi ársins. Það gildir staðgreiðsluna, tekjur frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og ýmis samningsbundin verkefni gagnvart ríkinu. En ég ætla ekki að draga fjör það, reksturinn þyngri í ár en í fyrra og það eiginlega eingöngu tvennt sem kemur til. Fyrsta lagi launahækkanir sem fyrst og fremst eru komnar til af kjarasamningum og þetta þróun sem öll sveitarfélög að verða fyrir. Og svo sýnist mér við vera að fást við langtíma veikindi sem leiða til kostnaðar hjá sveitarfélögunum. Þetta svona samfélag og ég heyri það í samtölu við sveitarstjórnar fólk og kollega mína sveitarstjóra annars staðar á landinu að þetta gríðarlega stórt bara samfélagslegt verkefni. Það þarf að ræða bara miklu meira en gert og tala það mikla fjárhagslega og félagslega kostnað sem hlýst af og auðvitað finna lausnir gagnvart fólki sem í þeirri stöðu að lenda í langtíma veikindum. Því verkefninu auðvitað alltaf til staðar en skiptir máli umgjörð sér þannig að við séum ekki að fást þetta stóra verkefni og fá fólk tilbaka sem fyrst úr veikindum. Svo þetta bæta við og svo erum við þetta með sérverkefni sem er einstakt fyrir borgarbyggð. Það þessi þungi fjárhagsaðstoð við flóttamenn. Við sýnumst núna að kosta sveitarfélögum 70 milljónir á fyrir ársfjármengi og við höfum ekki sett í okkar fjárhagsáætlun að annað en fáum þennan kostnað endurgreiddan, enda erum við að slást að fá hann endurgreiddan og þannig að við erum svolítið að fyrir bara að ræða það hvort að þurfa að setja hann inn breyta áætluninni en ég vil heldur ekki því að við svo sannarlega erum að slást við að fá hann endurgreiddan og á mjög vega mikil og þungur rök og viðbrögð í raun og veru allt í kring eru þannig að þetta sanngirnismál sem að hvort sem ég horfi á þingmenn, sveitarstjórnarfólk, starfsfólk ráðuneyta, samband íslenskra sveitarfélaga eða hvert sem það allir sammála að þetta sé sanngirnismál en það nú alltaf aðeins, það dálítið skref frá því að samþykkja það eitthvað sé sanngirnismál og að veskið sé opnað með okkur en við vinnum bara áfram í þessu. Má kannski benda á að í frétt í Mogganum fyrir nokkrum dögum þá var fjallað kostnað Reykjavíkurborgar vegna fjárhagsaðstoðar. Nú Reykjavík búa 35-falt fleiri íbúar heldur en í borgarbyggð. Þannig að ef við færum sambarlega tölu yfir ársgrundvöll sem þá væri hún að kosta tæplega 5 milljarða króna fyrir hreinn kostnaður fyrir Reykjavíkurborg. Talan hins vegar miklu lægri, einhverjum helmingi lægri fyrir Reykjavíkurborg og ágætt að hafa það líka í huga að nú Reykjavíkurborg farið að þykja svokallað höfuðstaðarálag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og ein megin röksemdin fyrir höfuðstaðarálagi sem ætti nú að greiða Reykjavík fyrir og reyndar Akureyri líka það vegna þessa fjárhagsaðstoðar sem þyngri hjá þessum stærstu sveitarfélögum sem einhver leyti skilgreind þarna höfuðstaðir. En fjárhagsaðstoðin í fullum gangi. Nú snemsumars þá fór fram til að vinna hjá sviðsstjórum og sveitarstjórn að leita leiða til að styrkja reksturinn til framtíðar og nú það að fara að vinna eftir hluta þessara tillagna og aðrar verða innleiddar og frekar ræddar í fjárhagsáætlun sem nú í gangi. Nú, fjármálaráðherra sveitarfélaga fór fram í síðustu viku og þar voru innviðir í fókus. Sveitarfélögum, lögum samkvæmt eru falin ákveðin verkefni í þjónustu við íbúa og það þetta mjög eðlileg krafa að ríkið endurgreiði þann virðisaukaskatt sem kemur til af uppbyggingu innviða sem sveitarfélögum lögum samkvæmt ber að halda við byggja upp og halda við til þess að geta veitt þessar lögbundnu þjónustu. Svo bara skóla, íþróttamannvirki, vegi og svo framvegis og slíkt við tíðkast í eiginlega í öllum þeim í langflestu þeim löndum sem við berum okkur saman við. Og það er bara mikið að sveitarfélögin halda á svo lofti
Og mér langar bara að deila með íbúum þessu mikla hagsmunamáli að fyrir okkur sveitarfélögin og íbúa hér í sveitarfélögin. Nú líðan starfsfólks á okkar vinnustöðum okkur hugleikin. Bara deilaði með ykkur að þannig að við framkvæmum nú á 3 til 4 mánaða fresti ákveðnar mælingar, svona púlsmælingar þar sem að starfsfólk spurt spurninga og þau geta svara, bara tekur nú stutta stund að svara spurningum, en þannig verið að kanna líðan og ánægja starfsmanna með starfsumhverfi, samskipti og stjórnarhætti og til þess að við getum bara mónitorað með til dæmis hröðum og skilvirkum hætti hvernig staðan hjá sveitarfélaginu í heild sinni og hjá stofnunum okkar. Þannig að mæla kerfisbundið upplifun starfsfólks og greina styrkleika og auðvitað nýtum þetta sem tæki til umbóta. Og má segja að svona nýjustu kannanir sem komu núna í september sýna að starfsánægja meðal starfsmanna Borgarbyggðar mælist 79% að meðaltali. Það kannski segir ekki mikið svona absolutt tala bara, en svo niðurstaða svona bara í takti við meðaltal sambærilegra stofnana á landsvísu. Getum sagt að hæsta ánægja mældist til leikskólanum Andabæ, deilu því, til hamingju með Andabæ. En fyrst og fremst fá bara raunsanna mynd af stöðun og fylgjast reglulega með henni. Það sem skorar hæst ánægja, samskipti og vöxtur í starfi, heilsa og veljan og aðbúnaður sem að fólk að gefa okkur, starfsmenn að gefa okkur svona jákvæðustu viðbrögðin við, en ég sé það eins og ég teka til mín að við þurfum duglega að hrósa. Ég og aðrir stjórnendur sveitarfélagsins og vekja og taka eftir og tala allt þetta frábæra starf sem unnið okkar góða starfsfólki. En við erum ekki aðeins að hlusta á starfsfólk, við erum að hlusta á íbúa og þurfum að hlusta á íbúa. Framundan eru íbúafundir undir heiti þjónustu eða í nafni þjónustustefnu sveitarfélagsins. Að þessu sinni verða 2, haldnir dagana 20. og 21. október, annars í Lindartungu, þann 20. október og í sal Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri 21. október. Á fundunum gefst íbúum tækifæri til að koma á framfæri skoðunum, hugmyndum og áherslum framtíðar þjónustu sveitarfélagsins í nútíð og framtíð. Ég held að við rennum dálítið blint í sjóinn með þetta fyrirkomulagi fyrra, en ég held að allavega segi fyrir mitt leyti og ég held ég tala líka fyrir munn sveitarstjórnarfólks og stjórnenda sveitarfélagsins sem tóku þátt að þessi fundir skildu eftir ákaflega góða umræðu og góðar ábendingar og ég held að það hafi verið afskaplega gagnlegt að þetta form hafi virkað vel og vonandi virkar þetta aftur vel og verður gagnlegt fyrir bæði stjórnendur og íbúa og sveitarstjórnarfólk. Það ánægjulegt að niðurstaða kosninga sameiningu Skorradalshrepps og Borgarbyggðar var afgerandi. Ég og við hér sem störfum hjá Borgarbyggð, við hlökkum til þess að vinna við að ljúka við sameininguna. Borgarbyggð þetta afrakstur. Þetta ekki nýtt fyrir Borgarbyggð að sameinast öðrum sveitarfélögum. Borgarbyggð afrakstur sameiningar 13 og núna bráðum 14 hreppa. Það ágætt við hættum, þannig að 14 hreppir það er góður árangur og við hlökkum til þessar vinnu sem framundan og til sameiningar við Skorradalshrepp. Nú hér á dagskrá hér á eftir liður sem fjallar háskólasamfélagið í Borgarbyggð. Það nú ljóst að Háskólinn á Akureyri hefur slitið viðræðum við Háskólann á Bifröst sameiningu og svo stöðugt í umræðinu það stöðugt umræður að Landbúnaðarháskólinn á Hvanneyri taki þátt í einhverju sameiningu, til dæmis við Háskóla Íslands. Staðreyndin svo að báðir þessi skólar lykilstofnanir í okkar samfélagi og þeir hafa staðið sig bara gríðarlega vel. Og fyrir okkar samfélag í sveitarfélaginu, en fyrst og fremst bara fyrir landið allt og ekki síst fyrir landsbyggðina. Og ég veit að þetta verður til umræðu eftir og ég vona að fá góða umræðu hér á eftir, en ég vil þá nefna eitt sem algjörlega óþolandi og það að ríkið sé ekki enn búið að ýta úr vör framkvæmd við jarðræktarmiðstöð á Hvanneyri. Á sama tíma horfum við upp á það að virðist vera nóg til þegar kemur að endurbyggingum eða nýbyggingum í Vatnsmýri í Reykjavík. Jarðræktarmiðstöðin gegnir lykilhlutverki í að móta þau tækifæri sem til dæmis í kornrækt á Íslandi. Það einfaldlega gríðarleg tækifæri þar til að skapa og spara verðmæti. Skapa verðmæti og spara verðmæti til manneldis og ekki síst í fóðurframleiðslu í landbúnaði og fiskeldi. Þetta er bara því vandræðalegasta mál fyrir ríkið að vera ekki búin að drífa þetta af og mín skilaboð þau bara að drífa þetta af og við reynum að koma þeim skilaboðum skýrt til þingmanna og til ríkisins og
það verður bara að drífa þetta af. Bara rétt í lokin, það hefur verið mikið heimsóknir hjá okkur í sveitarfélaginu undanfarið. Það er mjög ánægjulegt að það er gaman. Ég er mjög þakklátur fyrir það. Það er afskaplega gaman að fá tækifæri til að segja frá sveitarfélaginu og fjölmargir bara áhugasamir aðilar sem hafa komið í þennan sal og annar staðar sem eru að spyrja okkar sveitarfélag og fá kynningu á því bara hvað er að gerast, uppbyggingin, stefnan og þróun sem er að eiga sér stað hjá okkur. Stefnan er metnaðarfull og það sem við erum að gera við ykkur athygli og nú er ekki bara að tala um húsbyggingar, ég er að tala um bara einfaldlega það sem við erum að gera í okkar bara starfi, skólanir okkar og mjög víðar. Og þegar ég segi okkar sögu þá fyrir oft langt aftur í tímann til Snorra og jafnvel til Egils, því okkar fólk hefur nefnilega mótað heiminn. Ég stundum talaði þetta hér og ég held bara áfram að tala því okkar saga er einfaldlega fjársjóðskista og ég veit að hún þarf að skila miklu meiri jákvæðum áhrifum inn í okkar samfélagi í framtíðinni. Nú að mörgum viðburðum sem hafa farið fram, þá tók ég þátt í degi Snorra Sturlusonar í Reykholt á liðnum mánuði. Það er frábært að hlusta á fræðimenn kynna sínar rannsóknir á sögunni og þar var þetta mikið og margt mektarmenn bæði úr héraði og annars þar að. Og bara það sem að Snorri og Borgfirsk kálfskinn hafa skilað í verðmætum. Minn punktur er alltaf svo, ég spyr stundum fólk, vitið þið akkur heimavöllur Stamford Bridge heitir heimavöllur Chelsea heitir Stamford Bridge? Og flestir segja, ég veit það ekki. Það er út af Snorra Sturlusyni. Þið með googlaði þetta og fletti þessu upp. En þannig er nú bara tengingin út allt við þá sögu og það sem var til hér hvort að það var hugsað og skrifað eða í Snorralaug, en það er allavega hugsað og skrifað í Reykholti og skrifað á Borgfirsk kálfskinn á fyrri hluta 13. aldar. En það er fjöldi mála á dagskrá hér á eftir, tek þátt í umræðum ef tilefni til, en hlakkanast til góðs fundar eftir að hafa stiklað hér á stóru, en miklu meira auðvitað sem er framundan hjá okkur. Takk fyrir. Takk Stefán Broddi fyrir þessa miklu og góða yfirferð. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 hér í dag sem ber heiti Viðauki við fjárhagsáætlun 2025 með málsnúmeri 250216. En þá var lagður fram viðauki númer 4 við fjárhagsáætlun 2025 á byggðarráðsfundi númer 722. Þar sem eru til breytingar á framkvæmda á fjárfestingaráætlun á fjárhæð 191.200.000. Í framlögu viðauka er lagt upp með að mæta kostnaðarauka með lækkun á öðrum liðum innan fjárfestingaráætlunar ársins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir viðauka númer 4 við fjárhagsáætlun 2025. Með honum eru ákveðnar breytingar á framkvæmd og fjárfestingaráætlun að fjárhæð 191.200.000 króna og lagt upp með að mæta kostnaðarauka með lækkun á öðrum liðum innan fjárfestingaráætlunar ársins. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 3. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti 6 mánaða milli uppgjör 2025 með málsnúmeri 2509.293. Þetta var lagt fram á fundi byggðarráðs númer 722 og til fundari sem ætti Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG og fór yfir uppgjörið. Þetta uppgjör í rauninni í sjálfu sér ekki til staðfestingar hér í dag, heldur til svona upplýsingar meira og ég ætla að lesa hér bókun byggðarráðs sem er svohljóðandi. Rekstrarniðurstaða A-hluta Borgarbyggðar var neikvæð 320 milljónir króna á fyrri árshelming 2025 en hún var til samanburðar neikvæð 172 milljónir króna á sama tímabili árið áður. Mikilvægt er að hafa í huga að tekjustreymi Borgarbyggðar er jafnan mun meira á seinni árshelmingi og gildir það alla helstu tekjustreyma, útsvar, framlag, jöfnunarsjóðs og aðra tekjur, svo sem greiðslu frá ríkissjóði vegna samningsbundinna verkefna. Rekstrarniðurstaðan er 92 milljónir króna lægri en áætlun gerði ráð fyrir á tímabilinu. Lakari afkoma milli ára og frávik frá áætlun skýrist af hækkun launakostnaðar umfram hækkun skatttekna og lægri endurgreiðslu vegna fjárhagsaðstoðar við flóttamenn. Veltufyrirfrá rekstri var neikvætt upp á 121 milljónir króna á fyrstu 6 mánuðum ársins en handbært fé frá rekstri var jákvætt 167 milljónir króna. Á fyrstu 6 mánuðum ársins 2025 var fjárfest í varanlegum rekstrarfjármunum
fyrir 1.030 milljónir króna og voru tekin ný langtíma lán fyrir 900 milljónir króna. Staða handbærs fjár í lok júní 2025 var jákvæð 508 milljónir króna. Stærstu fjárfestingar fyrir árshelming voru í endurnýjuðu húsnæði grunnskóla Borgarfjarðar á Kleppjárnsreykjum og nýju knatthús í Borgarnesi fyrir 400 milljónir króna. Í hvoru verkefni sig. Eignir A-hluta Borgarbyggðar voru bókfærðar á 11.076 milljónir króna 30. júní síðastliðinn og heildarskuldir stóðu í 5.123 milljónir króna. 6 mánaða uppgjör gefur takmarkaða mynd af rekstri sveitarfélagsins á ársgrundvelli. Þó ljóst að mikil hækkun launakostnaðar umfram skatttekjur og stóraukinn hreinn kostnað sveitarfélagsins af fjárhagsaðstoð hafa verulega neikvæð áhrif á afkomu ársins. Og það segir að lokum hér í bókun byggðarráðs mikilvægt að ná tökum á þeirri óheilla þróun. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst þetta framlagt. Þá við komin að 4. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti styrkbeiðni frá Kvennaathvarfi málsnúmeru 23 11314 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 720 og það framlögð beiðni frá Kvennaathvarfinu rekstrarstyrk fyrir árið 2026. Byggðarráð samþykkir að veita Kvennaathvarfinu rekstrarstyrk að fjárhæð 200.000 krónur fyrir árið 2026 og málinu var vísað til staðfestingar í sveitarstjórn. Og kannski bara til upplýsinga þá þetta svona sambærileg upphæð og við höfum verið að veita síðustu ár. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að veita Kvennaathvarfinu rekstrarstyrk að fjárhæð 200.000 krónur fyrir árið 2026 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. 5. dagskrárliður hér í dag ber heiti erindi frá körfuknattleiksdeild Skallagríms vegna Þorsteinsgötu 5 með málsnúmeru 250795 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 720 og þar framlögð drög að samningi við körfuknattleiksdeild Skallagríms tímabundin afnot á húsnæðinu við Þorsteinsgötu 5 að ákveðnum skilyrðum uppfylltum samanber afgreiðslu fundar Byggðarráðs númer 716. Byggðarráð samþykkti samninginn við körfuknattleiksdeild Skallagríms tímabundin afnot á húsnæði við Þorsteinsgötu 5 dagsettan 19. ágúst 2025 og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sig hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir samning við körfuknattleiksdeild Skallagríms tímabundin afnot á húsnæðinu Þorsteinsgötu 5 Borgarnesi dagsettan 19. ágúst 2025 og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að 6. dagskrárlið sem ber heiti Bjargsland og Kveldúlshöfði, gatnagerð og kostnaður með málsnúmeru 2203-079 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs Borgarbyggðar númer 720. Þar var framlögð opnunarskýrsla vegna útboðs á gatnagerð við Fjólukletti í Borgarnesi dagsettan 11. september 2025. Byggðarráð samþykkt að taka tilboði lægstbjóðanda Borgarverks EHF í gatnagerð við Fjólukletti í Borgarnesi og verkið rúmast innan fjárheimilda. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sig hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að taka tilboði lægstbjóðanda Borgarverks EHF í verkið gatnagerð við Fjóluklett í Borgarnesi. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að 7. dagskrárlið sem ber heiti snjómokstur í dreifbýli útboð 2025 með málsnúmeru 2401-233 og það afgreiðsla frá fundi Byggðarráðs númer 720 og þar segir í bókun í samræmi við afgreiðslu Byggðarráðs frá fundi númer 719 farið yfir áframhaldandi vinnu við yfirferð á innsendum tilboðum. Logi Sigurðsson umhverfisfulltrúi kom til fundarins undir þessu lið og fór yfir valforsendur útboðs. Mati á tilboðum lokið og niðurstaða matsins að velja tilboð Hálstak Tryggva EHF í samningshluta 1, Hálstak Tryggva EHF í samningshluta 2, Hundastapa EHF í samningshluta 5, Hundastapa EHF í samningshluta 6 og Gest Úlfarsson í samningshluta 7. Engin tilboð bárust í samningshluta 3 og 4 sem uppfylla skilmála útboðslýsingar.
Byggðarráð fól sveitarstjóra að tilkynna bjóðendum ákvörðun val á þeim tilboðum sem voru hagkvæmust samkvæmt valforsendum, útboðslýsingar og standast skilmála útboðs. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að velja skuli tilboð Hálstak Tryggva EHF í samningshluta 1, Hálstak Tryggva EHF í samningshluta 2, Hundastapa EHF í samningshluta 5, Hundastapa EHF í samningshluta 6 og Gest Úlfarsson í samningshluta 7. Engin tilboð bárust í samningshluta 3 og 4 sem uppfylla skilmála til útboðslýsingar. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá það 8. dagskrárliður hér í dag sem ber heiti Styrkvega umsóknir 2025 með málsnúmeri 2502-060 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 720. Borgarbyggð fékk úthlutað 3,5 milljón króna í styrkvegi frá vegagerðinni. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd lýsir vonbrigðum yfir þeirri upphæð sem Borgarbyggð fékk úthlutað frá vegagerðinni í ár úr styrkvegasjóði. Nefndin ákveður að eftirfarandi vegir fái styrk samtals að upp að 3,5 milljón króna. Vegur að Arnarvatnsheiði, vegur fyrir innan Torghólastaði, Langavatn, vegur inn Grenjadal, Mjóadal, vegur frá Hítarvatnsvegi að Hítarvatni að austanverðu, vegur frá Kvíum og fram að Þverhlíðingaafrétt. Og byggðarráð tekur undir með umhverfis- og landbúnaðarnefnd og leggur til við sveitarstjórn að ákveðið verði útdeling á styrk í samræmi við tillögu nefndarinnar eða með eftirfarandi hætti. Nefndin ákveður eftirfarandi vegi fá styrk, já ég búin að lesa þetta upp hérna og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það nú eiginlega ótrúlegt að það sé hægt að fara þó í þetta fyrir þessa lágu upphæð en vel nýtt þessi litlu fjármunir. En það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn staðfestir að eftirfarandi vegir fái styrk samtals að upp á 3,5 milljónir króna. Vegur að Arnarvatnsheiði, vegur fyrir innan Torghólastaði, Langavatn, vegur inn Grenjadal, Mjóadal, vegur frá Hítarvatnsvegi að Hítarvatni að austanverðu, vegur frá Kvíum og fram að Þverhlíðingaafrétt og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá við komin að 9. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti lýsing á milli Hesthúsahverfis og einhverna með málsnúmeri 2311-308 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs frá fundi númer 721. Þar var farið við stöðuna á framkvæmdum vegna stigalýsingar upp í einhvernir. Erfiðlega hefur gengið að fá verktaka til að taka verkið af sér og því var ákveðið að skipta upp verkþáttum. Fyrirliggja tilboð tveggja verktaka, það að segja Arnar Rafvirki EHF og Sigurgarðar EHF samtals að fjárhæð 52.913.784 milljónir króna. Sæmundur Óskarsson sviðsstjóri, Otta Ólafsson verkefnastjóri og Hlynur Ólafsson verkefnastjóri sátu fundur undir þessum lið. Sigurður Guðmundsson Sjálfstæðisflokki lagði til að málinu verði frestað og vísað til fjárhagsáætlunar. Sú tillaga var felld með 2 atkvæðum, Davíð Sigurðssonar og Guðveigar Eyglóardóttur. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gengið verði til samninga við Arnar Rafvirkja EHF og Sigurgarða EHF að skipta með sér verkþáttum í verkið. Stigalýsing upp í einhvernir samtals að fjárhæð 52.913.784 milljónir króna enda rúmast verkið innan fjárheimilda og málinu vísa til sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og fulltrúar, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Í dag staðan þannig að allar framkvæmdir sem unnið að í sveitarfélaginu eru unnar fyrir lánsfé. Það því mikilvægara en nokkru sinni að forgangsraða verkefnum. Lýsing á leiðinni milli Hesthúsahverfis og einhverna verður seint talin bráðnauðsynleg framkvæmd að mínu mati og að mínu mati að ræða gæluverkefni meirihlutans sem taka á lán fyrir sem framtíðin borgar. Í ljósi þess kýs ég á móti þessu máli.
Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Kristján Rafn, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri, fulltrúar, íbúar og aðrir gestir. Bara í ljósi þyngri afkomu Borgarbyggðar, þá telur undir þetta ráðlegt að fresta þessum framkvæmdalið. Og það alls ekki verið að segja að þetta sé eitthvað sem verði ekki í framtíðinni. En það sem róðurinn svolítið þyngri núna, þá verður að hafa hugaðan svolítið hjá sér og fresta því sem hægt er. Takk fyrir. Og orðið ennþá laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós. Og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verið til samninga við Arnar Rafvirkja EHF og Sigurgarða EHF að skipta með sér verkþáttum í verkið Stigalýsing upp í einkunnir, samtals að fjárhæð 52.913.784 krónur, enda rúmast verkið innan fjárheimilda. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Einhver sem kunna vera á móti. Það eru 4 með og 5 á móti. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 10 sem ber heitið Göngustígar verðfyrirspurn og það afgreiðsla frá fundi Byggðaráðs númer 721 og þar lögð fram tilboðskrá vegna göngustíga meðfram Snæfellsvegi. Fyrir liggur tilboð frá Borgarverk EHF að fjárhæð 5.040.168. Sigurður Guðmundsson, Sjálfstæðisflokki, leggur fram eftirfarandi tillögu. Besti tími til malbyggunar yfir sumarmánuðina, sá að tími liðinn og í ljósi þess leggi til að malbyggun göngustíga verði frestað og vísa til fjárhagsáætlunargerðar fyrir árið 2026. Tillagan sú var felld með 2 atkvæðum. Byggðar leggur til við sveitarstjórn að gengið verið til samninga við Borgarverk EHF að fjárhæð 5.940.168 að leggja göngustíma frá Snæfellsvegi byggt á framlögum tilboðsgögnum. Að ræða samstarfsverkefni á milli Borgarbyggðar og Vegagerðarinnar og mun kostnaður skiptast til helminga. Málinu vísa til sveitarstjórnar og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að gengið verið til samninga við Borgarverk EHF að fjárhæð 5.940.168 að leggja göngustíma frá Snæfellsvegi byggt á framlögum tilboðsgögnum. Að ræða samstarfsverkefni á milli Borgarbyggðar og Vegagerðarinnar og mun kostnaður skiptast til helminga. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt með 5 atkvæðum, einhverju sem kunna vera á móti, 4 sem á móti. Þá erum við komin að dagskrárliði númer 11. Tilboð kaup Álftanes á Mýrum með málsnúmeri 25.09.218 og það afgreiðsla frá fundi Byggðaráðs númer 721. Þar lagt fram formlegt boð Ásdísar Haraldsdóttur þar sem Borgarbyggð boðið að kaupa jörðina Álftanes á Mýrum. Byggðaráð þakkar málsbeiðanda fyrir innsent erindi og gott boð. Byggðaráð þó ekki fært að samþykkja boð kaupa Álftanes á Mýrum samkvæmt 7. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011. Hlutur sveitarfélaga annast þau verkefni sem þeim falin með lögum, meðal annars rekstur grunnskóla, skipulags- og byggingamál og félagsþjónustu og fleiri lögbundin verkefni. Því ekki unnt að rökstyðja að kaupa fasteignum í jörðum sem ekki eru nauðsynlegt til að uppfylla þetta lögbundna hlutverk sveitarfélagsins. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir ákvörðun Byggðaráðs sem ekki verið gengið að tilboði kaupa Álftanes á Mýrum. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 12 sem ber heitið Hagasjóður, niðurlagning sjóðsins með málsnúmeri 25.09.039 og það afgreiðsla frá fundi Byggðaráðs frá fundi númer 721. Stjórnarmenn sem síðast sátu í stjórn Hagasjóðs hafa óskað eftir að sjóðurinn verði lagður niður. Byggðarlag leggur til við sveitarstjórn að Hagasjóður verði lagður niður og að þeir fjármunir sem eru til staðar í sjóðinu renni til Staðarhraunskirkju með kennitölu 6102690529 enda það í samræmi við tilgang sjóðsins.
Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að hagasjóður verði lagður niður og að þeir fjármunir sem eru til staðar í sjóðunum renni til Staðarhrauns kirkju kennitala 6102 69 0529. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 13. dagskrárlið sem heitir Ársfundur Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2025 með málsnúmeri 250922 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 721 og það er framlagt fundarboð á Ársfundi Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 2025. Lilja Björg Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs var falið að mæta fundinn fyrir hönd Borgarbyggðar sem hefur eins og frammi komið verið haldinn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að Lilju B. Ágústsdóttir, sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslusviðs hafi verið falið að mæta fyrir hönd Borgarbyggðar á fund Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga sem fram fór 1. október síðastliðinn. 14. liður á dagskrá, niðurstöður íbúakosninga sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps og skipun stjórnar til undirbúnings stofnunar sameinaðs sveitarfélags með málsnúmeri 25092247 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 721. Tillaga sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp var samþykkt í báðum sveitarfélögum í íbúakosningu sem framfóru dagana 5. til 20. september síðastliðinn. Í Borgarbyggð voru 3137 á kjörskrá. Alls greiddu 501 atkvæði eða 16%, já sögðu 417 eða 83,2%, greiddra atkvæða, nei sögðu 82 eða 16,4%, 2 seðlar voru auðir, í Skorradalshreppi var 61 á kjörskrá og alls greiddu 54 atkvæði eða 88,5%, já sögðu 32 eða 59,3%, en 22 sögðu nei eða 40,7%. Í ljósi niðurstöðu íbúakosninganna skulu hlutaðeigandi sveitarstjórnir skipa 2 til 3 fulltrúa hvor í stjórn til undirbúnings að stofnun nýs sveitarfélags samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga. Lagt er til að stjórnin verði skipuð 3 fulltrúum frá hvoru sveitarfélagi og 3 til vara. Byggðarráð þakkar samstarfsnefnd sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp og sameiginlegri kjörsjóð sveitarfélagana fyrir velunnin störf við undirbúning íbúakosningana sameiningartillögu. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja að stjórn til undirbúnings að stofnun hins nýja sveitarfélags hér eftir nefnd undirbúningsstjórn samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga skuli skipuð 3 fulltrúum frá hvoru sveitarfélagi og að Lilja Björg Ágústsdóttir starfi með undirbúningsstjórn með málfrelsi og tillögurétt á fundi hennar. Sveitarstjórn skipar Guðveigu Lind Eyglóardóttur, Ragnhildi Evu Jónsdóttur og Stefán Brodda Guðjónsson sveitarstjóri undirbúningsstjórn samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga fyrir sína hönd og Sigur Guðmundsson, Davíð Sigurðsson og Bjarneyju L. Bjarnadóttir til vara. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Þetta var mikill ánægður dagur þegar niðurstöðurnar voru kynntar. Það var svona mikill meiri hluti hjá íbúum Skorradalshrepps sem kaus var fylgjandi sameiningu. Ég vil nota tækifærið og óska okkur íbúum beggja sveitarfélaganna til hamingju með það að við séum að ganga þann veg að sameinast, því að þessi sveitarfélög eins og flest allir vita hafa verið í mikilli samvinnu. Hrepparnir sem að sameinuðust í Borgarbyggð eiga náttúrulega mjög langa sögu í samvinnu við Skorradal og Skorradal hefur sótt megnið af sinni þjónustu hingað. Þannig að þetta er bara ánægjulegt skref að við séum að komin á þennan stað í okkar samfélagi. Takk. Takk fyrir það, Sigur Guðmundsson. Kristján Rafn Sigurðsson gjörðu svo vel. Já, forseti sveitarstjórnar, fulltrúar, íbúar og aðrir gestir og sveitarstjóri, afsakið. Leið og ég óska bæði íbúum Skorradals og Borgarbyggðar til hamingju með niðurstöðu kjörfundar
þá leitar hugur minn til þeirra sem andsnúnir voru og ég var mikið hugsi að svo mikill fjöldi hafði verið á móti sameiningu. En ég ætla að biðja þess og vona að sem fljótast þá getum við gengið sem sáttist fram á veginn og allt samfélag okkar. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján Rafn. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér ljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Lögð fram skýrsla kjörnefndar sameiningu kosning Skorradalshrepps og Borgarbyggðar. Tillaga sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps var samþykkt í báðum sveitarfélögum í íbúakosningum sem framfór dagana 5. til 20. september síðastliðinn. Í Borgarbyggð voru 3137 á kjörskrá, alls greiddu 501 atkvæði eða 16%, já sögðu 417 eða 83,2% greiddra atkvæða, nei sögðu 82 eða 16,4%, 2 seðlar voru auðir. Í Skorradalshreppi var 61 á kjörskrá, alls greiddu 54 atkvæði eða 88,5%, já sögðu 32 eða 59,3%, en 22 sögðu nei eða 40,7%. Í ljósi niðurstöðu íbúakosninganna skulu hlutaðeigandi sveitarstjórnir skipa 2 til 3 fulltrúa í hvora stjórn til undirbúnings á stofnun í sveitarfélag samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga. Lagt er til að stjórnin verði skipuð 3 fulltrúum frá hvoru sveitarfélagi og 3 til vara. Sveitarstjórn þakkar samstarfsnefnd sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepp og sameiginlegri kjörstjórn sveitarfélaganna fyrir velunnin störf við undirbúning íbúakosningana sameiningartillögu. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja stjórn til undirbúnings á stofnun hins nýja sveitarfélags, hér eftir nefnd undirbúningsstjórn, samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga skulu skipuð 3 fulltrúum frá hvoru sveitarfélagi og að Lilja Björg Ágústsdóttir starfi með undirbúningsstjórn með málfrelsi og tillögurétt á fundum hennar. Sveitarstjórn skipar Guðlaugu Lind Eyglóardóttur, Ragnhildi Evu Jónsdóttur og Stefán Brodda Guðjónsson sveitarstjóra í undirbúningsstjórn samkvæmt 122. grein sveitarstjórnarlaga fyrir sína hönd og Sigurður Guðmundsson, Davíð Sigurðsson og Bjarney L. Bjarnadóttir til vara. Við biðjum þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. dagskrárliður sem ber heiti Snjómokstur í dreifbýli útboð 2025 með málsnúmeru 24012333 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 722 og það er lögð fram drög að þjónustusamningu við verktaka vegna snjómoksturs í dreifbýli. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlögð drög að þjónustusamningu við verktaka vegna snjómoksturs í dreifbýli. Sveitarstjóra falið að fullvinna með tilliti til athugasemda sem fram komu á fundi og undirrita með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Vísa til fullnaðarafgreiðslu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga að bókun. Sveitarstjórn samþykki samninga vegna snjómoksturs við Gest Úlfarsson dagsettan 10. október 2025 og felur sveitarstjóra að undirrita hann. Sveitarstjórn samþykki samning vegna snjómoksturs við Hundastabæjarhafi dagsettan 10. október 2025 og felur sveitarstjóra að undirrita hann. Sveitarstjórn samþykki samning við snjómokstur við Hálstak Tryggva EHF dagsettan 10. október 2025 og felur sveitarstjóra að undirrita hann. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 16 og það er umferðarhraði í einkunum málsnúmeru 2509-271 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 722. Umsjónarnefnd fólkvangsins í einkunum ræddi á fundi númer 91 þann 24. október 2025 umferðarhraða frá Hringveginum að fólkvanginum. Umsjónarnefnd fólkvangsins í einkunum leggur til að ökurhraði verði færður niður í 20 km/klukkustund til að auka umferðaröryggi og vísa þeirri ákvörðun til byggðarráðs. Byggðarráð tekur undir tillögu umsjónarnefndar fólkvangsins í einkunum og leggur til sveitarstjórn að umferðarhraði á veginum frá Vindas og upp að einkunum verður 20 km/klukkustund og felur sveitarstjóra að vinna því að hrinda tillögunni í framkvæmd. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar og aðrir og íbúar, áheyrendur.
Ég svona varð hugsi yfir þessari tölu, þannig 20 kilometrum. Ég hljóp þetta oft og fór alveg hátt í það að fara upp fyrir þann hraða, sko. Meðan ég var léttur á mér, sem er ekki lengur. Þannig að ég, velti því fyrir mér og að hugsa að legg fram þá tillögu að þessi hraði verið hækkaður í 30. Þess má geta að þessi vegur að mestu leyti fyrir gangandi vegfarendur og hestamenn. Ég veit ekki hversu mikið Sigurður þarna á svæðinu, væntanlega ekki í ljósi fyrir ákvarðana hér, en þetta tillaga sem einkunnanefnd lagði til. En forseti gefur orðið laust þannig að dagskrálið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn og ráðherrendur, ég ætla að leggjast gegn þessari tillögu Sigurðar Guðmundssonar að hækka það upp í 30. Það alveg ástæða fyrir að fólk óskaði eftir að fara með þetta niður í 20. Það var umræðan, hefur frekar snúist það hvort það ætti að fara allar leið niður í 15 sem eðlilegur umferðarhraði í vistgötum til dæmis. Þar sem ætlast til þess að sé blanda saman gangandi og akandi og hjólandi umferð. En okkur þótti það fulllangt gengið. Þannig að niðurstaðan var 20. Takk. Þá ber ég fyrst upp tillögu Sigurðar að umferðarhraðinn verði 30 km á klukkustund. Þeir sem samþykkja það. Einhverju sem kunna vera á móti. 6 á móti. Það væri kannski líka erfitt í niðamyrkri Sigurður að vera hættulegra í myrkrinu að meiri hraða. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að umferðarhraði á veginum frá Vindási upp að einkunni verður 20 km á klukkustund og felur sveitarstjórn að vinna því að hrinda tillögunni í framkvæmd. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það eru einhverjir sem kunna vera á móti. Það eru 8 samþykkir og 1 sem situr hjá. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 17 sem ber heitið endurskoðun á reglum úthlutun lóða með málsnúmeri 2102-003 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 722 og það lögð fram tillaga breyting á úthlutunarreglum lóða í Borgarbyggð í samræmi við afgreiðslu funda byggðarráðs númer 720. En byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti framlaga tillaga breyting á úthlutunarreglum fyrir lóðir í Borgarbyggð og leggur til við sveitarstjórn að samþykkja og málinu vísa til sveitarstjórn. Þetta var samþykkt samhljóða í byggðarráði. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfesti reglur úthlutun lóða í Borgarbyggð með áorðnum breytingum. Sveitarstjóra falið að birta uppfærðarreglur. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna breytingar á reglum að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið uppbyggingi Borgarbyggð, kynningar og markaðsmál og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 722 þá að fara yfir stöðu vinnu við kynning og markaðssetningu á nýrri íbúabyggð í Bjarslandi, kynnt útgáfa markaðssíðu fyrir lóðir, farið yfir í samningsgerð við borgarafyrirkomulags á úthlutun lóða. Borgarbyggð fól sveitarstjóra að fullvinna framlaga viðauka við samning við Borgarverk og leggja fyrir sveitarstjóra til samþykktar og mikilvægt að fyrsta skref hefði verið stigið en ljóst að talsvert verk óunnið í að fullgera síðuna áður en hún fer í loftið. Hins vegar getur hún nýst sem tól til að hefja ferli við úthlutun lóða. Sveitarstjóra falið að fullvinna í samstarfi við hönnun. Og ég bið þá fulltrúa sem forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga viðauka fyrirkomulag úthlutun lóða vegna síðari áfanga Bjargslands 2 í Borgarnesi við samning við Borgarverk og felur sveitarstjóra að undirrita hann og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að 19. liða dagskrá sem ber heitið Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga 2025 með málsnúmeri 2503-350 og það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs nr. 722. Þar er framlögð tillaga sveitarstjóra áframhald á skammtímalántöku hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Sveitarfélagið hefur lánslóðir hjá sjóðnum að fjárhæð 2 milljarða króna. Fyrir lok október var lögð fram tillaga fyrir byggðarráð undir nánari útfærslu. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áherendur. Ég ætla að leggja fram eftir farandi bókun. Í upphafi kjörtímabils var ljóst að staða sveitarfélagsins var það góð að mögulegt var að ráðast í löngu tímabæra uppbyggingu innviða sveitarfélagsins, enda öll framboð fyrir seinustu kosningar með þá á stefnuskrá sinni. Mismunandi skoðanir flokka og forgangsröðun fjárfestinga hefur komið í ljós allt kjörtímabilið. En endanlega fjárfestingaráætlun meirihlutans hefur alla jafna ekki tekið breytingum í umfjöllun hann í sveitarstjórn og er forgangsröðun sem unnið er eftir alfarið á ábyrgð meirihluta Framsóknarflokksins í Borgarbyggð. Nú er komið að taka lán fyrir því sem hefur verið framkvæmt umfram handbært fé sveitarfélagsins og hér á eftir er lagt fyrir sveitarstjórn að samþykkja lántöku upp á 2000 milljónir sem er aukning á langtíma skuldum A-sjóðs 118%. Þessum fjármunum verður að hluta varið í fjárfestingar innviða samkvæmt forgangsröðun Framsóknarflokksins sem við í Sjálfstæðisflokknum höfum oftar en ekki verið á öðru máli hver ætti að vera. Við munum því sitja hjá við afgreiðslu á heimild sveitarfélagsins til að ráðast í þessa lántöku. Takk fyrir það, Sigurður Guðmundsson, og forseti gefur orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóð. Fyrirgefðu, Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnaráðherra, ég er að hugsa að óska eftir stuttu fundarhléi. Já, við gerum stutt fundarhlé að beiðni Davíðs Sigurðssonar.
Já, þá erum við komin hérna aftur og við erum í 19. lið á dagskrá sem heitir lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga en eins og áður sagði þá er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 722 þar sem var lögð fram tillaga sveitarstjóra áframhald á skammtímalántöku og að fyrir október yrði lögð fram tillaga fyrir byggðarráð nánari útfærslu og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið og Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, forseti, sveitarstjóri, aðrir áheyrendur. Ég get ekki annað en komið hérna upp og óskað eftir nánari útskýringar á þessum fullyrðingum sveitarstjórnarfulltrúa Sigurðar Guðmundssonar hérna sem að eiga sér enga stoð í raunveruleikanum. Ég vil að hann leggi hér fram gögn til rökstuðnings máli sínu. Það þýðir ekkert að koma hér upp og þvaðra eitthvað tóma vitleysu fram hann í opið geðið á íbúum. Það liggur ekki fyrir þessum fundi hér að taka lán upp á 2 milljarða króna. Ég ætla bara að byrja á að leiðrétta það. Og í öðru lagi er á þessu ári ekki verið að auka lántöku sveitarfélagsins 180%. Eða 118. Ég ætla bara að biðja þig um að rökstyðja þetta nákvæmlega og sýna mér það hvað þú átt við. Og í þriðja lagi, það er svo fjarri lagi að hver einasta framkvæmd sem framkvæmd í þessu sveitarfélagi sé gerð á lántöku. Þetta eru fyrstu, í ár eru tekin fyrstu lán fyrir framkvæmdum allt þetta kjörtímabil. Í fyrra var framkvæmd fyrir rúman milljarð króna, allt fyrir eigið fé. Í ár var áætluð mun meiri lántaka heldur en stefnir í að við munum þurfa að fara í. Reksturinn hefur verið mjög góður á sveitarfélaginu, þó svo að það sé á brattan að sækja núna, þá er það svo fjarri lagi að reksturinn sé í einhverju kalda kóli. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson, orðið er ennþá laust þennan dagskrálið. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri og sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Undir þessum dagskrárlið er verið að fjalla 2 milljarða króna lántöku. Nei. Það er að tala fyrirkomulag. Það er verið að vísa í að það sé til fjárheimild fyrir 2 milljarðar en í október verður lögð fram tillaga útfærslu á áframhaldandi skammtímalántöku. Já, ok. Ég hins vegar, það sem ég er að fara yfir hérna er það að það eru allir sammála það og voru allir sammála það í upphafi seinustu kjörtímabilsins og voru sammála það í kosningabaráttunni að við ætlum að hefja uppbygging á innviðum. Það voru allir sammála það. Við höfum verið með fjárfestingaráætlanir og deilt á þær allt kjörtímabil og það hefur verið sumar uppbyggingar hafa verið algjör sátt og aðrar ekki. Og ég bara benda á það að það er mjög mikilvægt að við ráðstöfum þeim fjármunum eins og staðan er í dag, Davíð. Það er ekki eins og það hefur verið, ég veit allt um það, við höfum ekki þurft að taka lán. Og sveitarfélag hefur getu til þess að fjárfesta í innviðum. Það er engin ágreiningur um það. Eina sem ég er að benda á er það að við í Sjálfstæðisflokknum höfum viljað forgangsraða öðruvísi. 2 milljarða hækkun á skuldum frá seinustu áramótum er sirka 118% ofan á hækkun á aðsjónum. Ég er ekkert að deila neitt það að það þurfa að taka lán núna á seinustu mánuðinu þegar það er búið að vera framkvæmd mikið. Það er misskilningur hjá ykkur. Ég er eins og að benda á það að við höfum verið
haft aðra sýn á sumar framkvæmdir í Sjálfstæðisflokknum heldur meirihluti. Kannski var bókunin ekki alveg nógu skýr, en ég var að meina þessar 2000 milljónir sem verið að ráðstafa og var klárlega í fjárhagsáætlun ársins. Ég er ekkert að vefengja það, ég er bara að benda á það að skuldirnar hækka mikið og það sé mikilvægt að menn forgangsraði því sem að við tökum að láni fyrir. Það er minn boðskapur. Takk. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, það hefur legið fyrir alveg frá upphafi að forgangsröðun meirihlutans, og við höfum unnið eftir okkar forgangsröðun, jafnt og þétt, allt kjörtímabilið. Vissulega vildum við í mörgum tilfellum vera komin lengra á þessum tímapunkti með margar okkar framkvæmdum, en það er bara eins og gangur lífsins er, og allir vita hérna skipulagsmál og undirbúningur tekur yfirleitt miklu lengri tíma heldur en fólk gerir sér væntingar um. Það er það bara, sko, við vitum það alveg hérna, við í Framsókn höfum alltaf staðið, bara frá því að við settum okkur þessa stefnu, höfum við ákveðið að leggja fókusinn á að fara í þessar stóru framkvæmdir í leikskóla, grunnskóla og íþróttamannvirkjum. Ég veit að það var ekki samstaða í sveitarstjórn, ég veit að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins til dæmis vildu ekki fara í þessa uppbyggingu á þessa glæsilega mannvirki sem að rísa hér niður á fótboltavelli. Við vitum það vel, þetta er einn stærsta framkvæmd sem sveitarfélagi hefur farið í nokkur sinni. En við vitum, sko, þetta var allt gert með fullri meðvitund og það var full meðvitund allstaðar um það að það þyrfti að fara í lántöku til þess að geta farið í þessa framkvæmdir. Lántaka hefur hins vegar, ef þú ætlar að horfa hérna yfir allt kjörtímabilið, verið miklu minni miðað við hvað hefur verið framkvæmt heldur en upphaflegar áætlanir gerðu ráð fyrir. Við erum búin að framkvæma miklu meira heldur en upphaflegar áætlanir gerðu fyrir án þess að taka lán. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Kristján Rafn, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri, fulltrúar, íbúar og aðrir gestir. Ég er eiginlega alveg sammála því sem að Davíð var að segja hérna áðan, að reksturinn hafi verið góður og nauðsynlegt hafi verið að fara í ýmsar og framkvæmdir sem að voru löngu orðnar tímabærar. En það sem að hefur unnið með líka, það er að á tekjuhliðinni höfum við fengið nær 14% hækkun í formi fasteignagjalda á hvoru ári sig. Fasteignagjaldin hafa farið upp og þetta hefur styrkt verulega tekjustrauma Borgarbyggðar. Við höfum ekki verið að mæta hérna íbúum með lækkunum eins og sum önnur sveitarfélög, heldur höfum við vitað að þessari þörf til uppbyggingar og því er það vel, finnst mér, að við erum að gera þetta að verulegu leyti fyrir eigið fé. Mér kemur ekki þetta óvart að það sé verið að draga á lánslóður þarna upp á 2 milljarða, af því að þetta árið þá er væntanlega þyngra heldur en önnur ár og virkilega er þetta stór framkvæmd sem að verið að fara í, þó ekki óumdeild, en við getum verið sammála um það að þetta verði vonandi til þess að efla samfélagið okkar. Takk fyrir. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Ég held að sé alveg óhætt að segja það í ljósi söguna, hvort sem það er hér eða annar staðar á landinu, að þegar það hefur verið ráðist í stór framkvæmdir og stór átak í uppbyggingu, þá er það yfirleitt umdeilanlegt á þeim tímapunkti, en yfirleitt eru flest allir ánægðir með það þegar framlíða stundur, og ég get bara hort hérna til dæmis út á Borgarfjarðarbrúna í því samhengi. En orðið er laust þennan dagskrárlið. Stefán Plóter, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir þessa góðu umræðu. Satt að segja komið aðeins óvart að það yrði umræða þetta mál undir þessum lið.
því að mínu viti fyrst og fremst því að orðið fyrirkomulag dálítið lykilatriði í þessari bókun. Það liggur fyrir lánsloforð og það liggur fyrir þetta samþykkt í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins að fara í langtíma lántöku á þessum tímapunkti. En það nú þannig þegar við erum í framkvæmdum að þá er og það er allstaðar. Það framkvæmda tímabilið brúað oft með skammtíma lántöku þannig að ekki vera að taka langtíma lántöku og meðal að festa lán á verðtryggðum vöxtum og fá verðbólgu tikk beint í andlitið án þess að þurfa að nýta á gangalánið, sem dæmi. Þannig að fyrirkomulagið sem hér að ræða fyrst það bara sama upphæð og sama lánslofur sem ræða gagnvart lánuðsjónum, en það sem átti við með fyrirkomulag til dæmis hvað ætlum að fara nákvæmlega í langa lántöku, hvað ætlum að fara í mikið af uppgræðanlegri lántöku, og viljum við fara í verðtryggt eða óverðtryggt. Þetta svona ákvörðun sem alltaf litast líka af markaðsaðstæðum á þeim tíma. Þannig að við njótum bara góðs traust sjá lánasjóði sveitarfélaga og þetta miklu fleiri lánveitendur. Það hefur svo sannarlega fengið að reyna í gegnum þessa vinnu okkar en framöndan lántakar hjá lánasjóði sveitarfélaga og framöndan að leggja fram nákvæmlega til hvernig fyrirkomulaginu verður háttað á þeim 2 milljörðum sem þegar búið að samþykkja. Þannig að ég vildi bara hnekkja á því þannig að þið sem eruð að horfa og fylgjast með sjá ekki fyrir ykkur hér sé verið að semja eitthvað glænýja lántöku sem ekki þegar hefur verið ákveðið að fara í. Vildi bara að koma svo framfæri þannig að það væri skýrt. Takk fyrir. Takk fyrir þessar góðu skýringar, Stefán Broddi. Og orðið ennþá laust undir þessum dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir áframhaldandi skammtíma lántöku hjá lánasjóði sveitarfélaga. Sveitarfélagi hefur lánslofur hjá sjóðunum að fjárhæð 2 milljarðar króna. Fyrir lok október verður lögð fram tillaga fyrir byggðaráð að nánari útfærslu. Við þá fulltrúar sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og einhver sem kunna vera á móti. 3 sem sitja hjá. Þá erum við komin að dagskrárliði nr. 20 sem ber heitir Háskólasamfélagi í Borgarbyggð, rannsóknir og nýsköpun á Hvanneyri með málsnúmeri 25 10057. Háskólar á Íslandi standa á krossgötum og í Borgarbyggð starfa 2 öflugir en ólíkir háskólar sem eru leiðandi á hvora sínu sviði. Ég ætla hér að lesa bókun sem að sveitarstjórn Borgarbyggðar ætlar að leggja fram. Sem svohljóðandi. Háskólar á Íslandi standa á krossgötum, bæði Háskólinn á Bifröst og Landbúnaðarháskóli Íslands hafa verið leiðandi í breyttu umhverfi og þróun menntunar og rannsókna á háskólastigi, hvor á sínu sviði. Skólarnir hafa átt með sér gott samstarf, ekki síst á undanfarin ár eftir stofnun nýsköpunarmiðstöðvarinnar Glitnis fyrir 4 árum. Í dag leigir Háskólinn á Bifröst húsnæði á Hvanneyri fyrir staðalótu ásamt skrifstofuhúsnæði fyrir starfsstöð sína á svæðinu. Sveitarstjórn Borgarbyggðar styður eindregið hugmyndir frekara samstarf skólana. Báðir skólarnir hafa gegnt lykilhlutverki að skapa og miðla sérfræðiþekkingu land allt með áherslu á atvinnu og verðmætasköpun. Skólarnir hafa frá upphafi menntað fólk til ábyrgðar og þá sérstaklega greitt leið landsbyggðarfólks að háskólanámi sem marka hafa gæfuspor í íslensku samfélagi og atvinnulífi. Háskólinn á Bifröst brautryðjandi fjarnáms á Íslandi og heldur þannig áfram að gegna lykilhlutverki að styrkja byggðafestu og byggðaþróun á Íslandi. Háskólinn á Bifröst gerir íbúum landsbyggðarinnar kleift að stunda háskólanám hvaðan sem án þess að nemendur þurfa að flytjast búferlum. Hann með stærstu viðskiptadeild landsins og stundar öflugar rannsóknir á sviði byggðamála, sveitarstjórnarmála, mannauðsfræða, öryggismála, fjármála og fleiri greina og undirbýr nú umsókn doktorsnám. Landbúnaðarháskólann skara sömuleiðis fram úr í fjarnámi á landsvísu. Hann leiðir rannsóknir og kennslu á Íslandi á sviði auðlindanýtingar, landbúnaðar, fæðuöryggis, skipulags og sjálfbærni ásamt því að virkjast sem segull fyrir alþjóðlega nemendur og sérfræðinga. Slíkar sérhæfðar rannsóknir eru forsendur þess að nýjar stoðir í íslensku atvinnulífi blómstri og skili sem mestu ávinningi fyrir íslenskt þjóðarbú. Stjórnvöld sem kenna sig við verðmætasköpun og verða að tryggja að ekki dragist lengur að löngu fjármögnuð jarðræktarmiðstöð rísi við skólann. Samfélagið á Hvanneyri hefur byggst upp í nánu samstarfi við skólann og býður nemendum frábæra þjónustu og umhverfi til náms.
Sveitarstjórn Borgarbyggðar hvetur stjórnvöld eildregið til að efla báða háskólana í kennslu, rannsóknum og nýsköpun með áherslu á uppbyggingu á Hvanneyri. Mikil tækifæri felist í sameiningu eða samstarfi stofnananna á Hvanneyri og vinda þar með ofan af þeirri sundurleitni sem gætir í rannsóknum á landnýtingu, jarðrækt og fæðuöryggi landsins. Hvanneyri er 1 klukkustund akstur frá höfuðborginni og styttist sá tími vegalengd verulega með tilkomu Sundabrautar. Á sama tíma er Hvanneyri við krossgötur landshluta miðsvæðis í landbúnaðar- og ferðaþjónustuhéraði. Land á Hvanneyri er í eigu ríkisins og öll skilyrði til staðar fyrir hagkvæma uppbyggingu. Þar eru lausar lóðir til uppbygginga íbúða og atvinnulífs og leikskólavist í boði fyrir börn frá 12 mánaða aldri. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða af sveitarstjórn. Þá erum við komin að 21. dagskrárlið sem ber heitið umsókn deiliskipulag með málsnúmeru 250902 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og bygginganefndar frá fundi nr. 79 og þar segir skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórn að grenndarkynna óverulega breyting á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 fyrir eigandum frístundahúsa á Brókarstíg 24, 26, 27, 28 og 30 og leita umsagnar lögbundinna umsagnaraðila. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna óverulega breyting á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 44. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 fyrir eigandum frístundarhúsa á Brókarstíg 24, 26, 27, 28 og 30 og leita umsagnar lögbundinna umsagnaraðila. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkir framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 22 sem ber heitið Stuttarbotnar, Húsafell 3, landnúmer 134495, deiliskipulag með málsnúmeru 230140 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og bygginganefndar nr. 79 og þar segir í bókun skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim lagfæringum sem gerðar hafa verið sem breyta þó ekki auglýstir tillögu í grundvallaratriðum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þær lagfæringu sem gerðar voru með tilliti til athugasemda skipulagsstofnunar en breyta ekki auglýstir tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á dagskrárliði nr. 23 sem ber heitið aðalskipulag endurskoðun vinnslutími með málsnúmeru 230175 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og bygginganefndar nr. 79 og þar segir í bókun Friðrik Aspelund leggur fram tillögu að eftirfarandi breytingum almennum skilmálum í kafla 7.16 að 1. málsgrein muni standa svæði fyrir skógrækt og landgræðslu svo sem nytjaskógrækt, fjölnytjaskógrækt, landbótaskógrækt, landgræðsluskógrækt, skipulagða landgræðslu og aðra uppgræðslu. Að í 2. málsgrein muni standa ný skógræktar áfram sem ná til 50 hektara að stærra svæðis er háð því að svæðið sé afmarkað með reit í þessum flokki í aðalskipulagsuppdrætti. Svæði undir 50 hektara stærð í dreifbýli eru ekki færð inn í skipulagsuppdrættin ef þau falla að ákvæðum skógrækt á landbúnaðarsvæðum. Að í 4. málsgrein skuli standa fyrir ofan 300 metra hæð er einungis heimilt að gróðursetja íslenska plöntur samkvæmt reglugerð innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda nr. 583 frá 2000. Sveitarstjórn getur heimilað notkun erlendra trjátegunda enda sé ekki að ræða verndarsvæði og vistgerðir eða náttúrufyrirbæri sem njóta verndar samkvæmt lögum og þetta var samþykkt samhljóða. Friðrik Aspelund lagði fram tillögu að eftirfarandi breytingum á almennum skilmálum í kafla 7.10 að í 17. málsgrein muni standa skógrækt á allt að 50 hektara er heimil á landbúnaðarsvæðum. Skógrækt getur falist í hagnýtingu trjágróðurs til landbóta, fegrunar og landgræðslu. Stærri skógrækt, 50 hektar og stærri, skal vera á skógræktar- og landgræðslusvæði. Á landbúnaðarlandi í flokki 1 er heimilt að vera með skjólbelti en ekki skógrækt. Sama gildir svæði sem njóta verndar vegna jarðminja, vistkerfa eða menningarminja. Þetta var samþykkt samhljóða. Skipulags- og bygginganefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja endurskoðað aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 til staðfestingar.
Skipulagsfulltrúa falið að gera þær breytingar sem samþykktar voru á fundurum áður en aðalskipulagið lagt fyrir sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Ég ætla að leggja hér fram ekki stutta, heldur bara verulega bókun. Og hún hljóðar svo. Í byrjun langar mig til að koma framfæri fyrir hönd okkar sem höfum starfað í starfshópum endurskoðun aðalskipulags Borgarbyggðar, kærum þökkum til starfsmanna Eflu sem hafa unnið þetta aðalskipulag fyrir okkur og jafnframt skipulagsfulltrúa og starfsfólks skipulagssviðs sveitarfélagsins fyrir þá miklu vinnu sem þetta fólk hefur unnið í tengslu við þetta risastóra verkefni sem hefur verið í vinnslu síðustu 3 ár. Hér lagt fram endurskoðað aðalskipulag sem nær yfir allt land innan sveitarfélagsins Borgarbyggðar. Aðalskipulag stefna sveitarfélags landnotkun, náttúruvernd og þróun byggðar í öllu sveitarfélaginu og stefnan unnin samkvæmt skipulagslögum nr. 123 frá 2010. Nýtt aðalskipulag til 12 ára og nefnist það aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037. Aðalskipulagi samkvæmt skipulagsreglugerð ætlað að stuðla að markvissri þróun þar sem tekið tillit til heildarhagsmuna, miðla málum milli ólíkra hagsmuna íbúa og stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum. Aðalskipulag nær til alls lands innan marka sveitarfélagsins. Skipulagsmörk miða við sveitarfélagamörk á landi og 115 metra utan við stórstraumsfjöruborð á sjó í samræmi við skilgreiningu staðarmarka sveitarfélaga í sveitarstjórnarlögum og jarðalögum. Skipulagssvæðið á landi tæplega 5.000 ferkílómetrar. Unnið hefur verið að stefnumótun fyrir Borgarbyggð sem spennandi staðar til að heimsækja, búa, starfa og reka fyrirtæki í. Styrkleikar Borgarbyggðar eru meðal annars fjölskylduvænt og vinalegt samfélag, nálægð við náttúru, staðsetning nálægt höfuðborgarsvæðinu og fjölbreytt afþreying og þjónusta. Leiðarljós Borgarbyggðar byggir á þessum styrkleikum. Borgarbyggð fallegt og friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag með ríka sögu. Í nálægð við höfuðborgina þar sem íbúar og gestir upplifa öflugt skólastarf, íþrótta, menningar og listalíf, góða þjónustu og vinalegt viðmót ásamt fjölbreyttri afþreyingu í einstakri náttúrufegurð. Á grunni þessa leiðarljós eru einkunnarorð Borgarbyggðar. Lífið bíður þín í Borgarbyggð. Nú lögð áhersla á að Borgarnes og verður áfram aðal þéttbýliskjarni sveitarfélagsins. Nýir byggðakjarnar hafa orðið til eða stækkað á gildistíma eldra skipulags. Þetta á til dæmis við Varmaland, Reykholt og Húsafell. Haft í huga hvernig þéttbýlisstaðir geta þróast með tilliti til sjálfbærni byggðar og aðgengi að opnum svæðum. Hort til þess hvernig má fella nýja byggð að þeirri sem fyrir með tilliti til þess að styrkja bæjarbrag og þá starfsemi og samfélag sem fyrir Öflug samfélagsþjónusta í Borgarbyggð og samanstendur hún af skólum, allt frá leikskóla til háskóla, heilbrigðisstofnun og hjúkrunar- og dvalarheimili. Skólar anna áætlaðri fjölgun nemenda samkvæmt húsnæðisáætlun 2024 og sama gildir hjúkrunarrými. Borgarbyggð heilsueflandi samfélag og lögð áhersla á að heilsa og vellíðan allra íbúa sé höfð í fyrirrúmi í allri stefnumótun og á öllum sviðum. Við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis áhersla á minni og meðalstóri íbúðir, meðal annars vegna uppbyggingar í ferðaþjónustu og þörf fyrir starfsmannaíbúðir. Í dreifbýli sé á hverjum tíma nægt framboð af áhugaverðum búsetukostum þar sem reynt verður að koma til móts við óskir samfélagsins á hverjum tíma. Við mat á þörf fyrir nýja íbúðabyggð hort til húsnæðisáætlunar 2024 en þar gerð grein fyrir líklegri fjölgun íbúa og þörf fyrir íbúðir. Í Borgarbyggð getur fólk valið milli þess að búa í þéttbýli, dreifbýli eða minni íbúðakjörnum. Hefur þessi þróun verið að raungerast á síðustu árum og þeim farið fjölgandi sem kjósa að búa í dreifbýli án tengsla við landbúnað. Greiðar samgöngur og ljósleiðaratenging hafa verulega breytt atvinnumöguleikum í sveitarfélaginu. Ljósleiðari veitir íbúum meiri tækifæri til fjarvinnu. Þéttbýli í Borgarnesi, Bifröst, Hvanneyri og Reykholti. Minni byggðakjarnar eru til dæmis Kleppjárnsreykir, Varmaland og Húsafell.
Í eldra skipulagi voru Kleppjárnsreykir þéttbýli, en þar sem íbúar þar eru innan við 50 og byggð er dreifð, þá er fallið frá þéttbýli skilgreiningunni og svæðið verður dreifbýli í endurskoðuðu aðalskipulagi. Dregin eru þéttbýlismörk umhverfis Borgarnes, Hvanneyri, Bifröst og Reykholt. Skilgreina þau vaxtarmörk þeirra og styðja við skýr mörk milli þéttbýlis og dreifbýlis. Í gildandi skipulagi er gert ráð fyrir nokkrum svæðum fyrir nýja íbúðabyggð í þéttbýli. Þessi svæði eru óbyggð. Í Reykholti er svæði fyrir 100 íbúðir. Á Hvanneyri er tekið frá svæði fyrir framtíðar byggingaland. Þar má koma fyrir 200 íbúðum. Á Bifröst er afmarkað svæði fyrir 200 íbúðir. Í Borgarnesi er svæði fyrir 500 íbúðir. Auk þess eru svæði í byggðakjörnum á Kleppjárnsreykjum og Varmalandi. Í dreifbýli eru nokkur minni svæði. Þeirra stærst er í Húsafelli þar sem verið er að byggja 40 íbúðir. Allt land í sveitarfélaginu hefur verið flokkað með tilliti til ræktunarhæfni og mögulegra nýtingar til matvælaframleiðslu. Land var flokkað í 4 flokka. Í fyrsta flokk fellur land sem er slétt og velfallið til ræktunar. Í 4. flokk fellur land sem er bratt, grýtt, hátt yfir sjó eða með aðrar þær takmarkanir sem komi í veg fyrir ræktun þess. Niðurstaða flokkunar er sett fram í skýrslunni Borgarbyggð, flokkun landbúnaðarlands 2024 og kortlagningin sýnd á skýringaruppdrætti. Landsskipulagsstefna leggur áherslu á að skipulag stuðli að fjölbreyttri og hagkvæmri nýtingu landbúnaðarlands í sátt við umhverfið og stuðli að fæðuöryggi þjóðarinnar. Líta skal á gott ræktunarland sem auðlind sem verði almennt ekki ráðstafað til annarra nota með óafturkræfum hætti. Niðurstaða flokkunar landbúnaðarlands er nýtt til að móta stefnu nýtingu og vernd landbúnaðarsvæða í heild og fyrir einstök svæði. Þannig eru settir strangari skilmálar til að besta ræktunarlandið verði áfram nýtt til matvælaframleiðslu, en rýmri heimildir eru til að nýta lakara eða óræktanlegt land undir annað en landbúnaðarstarfsemi. Borgarbyggð er sterkt landbúnaðar hérað þar sem byggt er á hefðbundnum landbúnaði og sköpuð skilyrði fyrir aðra starfsemi sem fellur vel að búskap eða búsetu í dreifbýli. Nú að innan landbúnaðarlands skuli haldast dreifbýlis yfirbragð. Þar verði ekki samfellt byggð eða götumynd. Búseta í dreifbýli án beinna tengsla við landbúnað er álitlegu kostur en beina skal uppbyggingu á þegar byggð svæði nálægt bæjartorfum og þeim innviðum sem þegar eru vegum og veitum. Góðu ræktunarlandi verði haldið til haga fyrir matvælaframleiðslu og skal flokkun landbúnaðarlands ávallt lögð til grundvallar skipulagsákvörðunum á landbúnaðarsvæðum. Landi sem henta vel til ræktunar matvæla verði almennt ekki ráðstafað til annarra nota með óafturkræfum hætti. Nú að lokum, það hefur verið með sönn ánægja að hafa fengið tækifæri til að leiða þessa vinnu fyrir hönd okkar í sveitarstjórn sem formaður bæði starfshópsins og sem formaður skipulags- og byggingarnefndar. Ég get ekki látið hjá líða að koma framfæri þökkum frá mér persónulega til samnefndarmanna minna í þessari vinnu. Vinnan gekk mjög vel og engin ágreiningur var lokaafurðina og niðurstaða sem allir gátu gengið sáttið frá náðist öll þau atriði sem skiptar skoðanir voru Þannig að hér er lögð fram sú lokaafurð sem er ánægjulegt að segja að þverpólitísk samstaða náðist Takk. Takk fyrir það, Davíð, og orðið er laust dagskrárlið 23. Sigurður Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég vil taka undir orð Davíðs þakkir til þeirra sem koma að þessu starfi. Þetta var ánægjulegt starf að vera í nefndinni og þakka Davíð fyrir fína stjórnun á þeirri nefnd, á starfsfólki hjá Eflu fyrir vinnuna. Það er eitt atriði sem hefur valdið mér smá hugarangri og ég vil því leggja fram eftirfarandi bókun. Óvissa ríkir hvort uppbyggingaráform í Brákarey muni raungerast á næstunni. Með því að samþykkja aðalskipulag sem felur í sér breyting á landnotkun í Brákarey skapast mögulega ákveðin óvissa
stöðu aðila sem eiga eignir og stundu atvinnurekstur í Borgarey. Við sveitarstjórnarfulltrúar í minnihluta sveitarstjórnar Borgarbyggðar höfum áhyggjur af þessari óvissu sem okkur finnst vera til staðar. Fyrir hönd minnihluta sveitarstjórnar Borgarbyggðar legg ég til að afgreiðslu aðalskipulagsins verði frestað um 1 fund og fengið lögfræðið álit sem fjalli hvaða áhrif fyrirliggjandi breyting á aðalskipulagi með þeim skilmálum sem koma fram svæði M402, Borgarey, hafa á núverandi starfsemi ef gildandi deiliskipulagi fyrir svæðið ef að það verður óbreytt. Takk fyrir það, Sigurður. Það er kannski byrja að nefna að deiliskipulag ekki komið fyrir svæðið. Kristján Rafn næstur, gjör svo vel. Já, forseti, sveitarstjóri, fulltrúar, íbúar, aðrir gestir, aðrir áhorfendur. Okkur þykir alveg rosalega gott að búa hérna í Borgarbyggð og annars værum við varla búsett hérna og við viljum öll skapa samfélag með grósku í atvinnulífi, auk þess sem við viljum hafa góða þjónustu við íbúa en til þess þá þurfum við að hafa virka hlustun fulltrúa í sveitarstjórn, okkar allra. Og það er nokkuð áhyggjuefni bara sem ég hef verið að velta fyrir mér að hlutfall ungs fólks í Borgarbyggð er svona undir meðallagi hérna í Borgarbyggð á landinu. Og því þar bara áskorun fyrir okkur að skapa betri skilyrði til búsetu en annar staðar, samkeppni sveitarfélaga, svo ná með að jafna þetta hlutfall eða gera betur. Varðandi síðasta fund skipulags- og byggingarnefndar, þá verð ég bara að biðja ykkur öll afsökunar. Vegna þess að ég var svo upptekinn af þessum skógræktarákvæðum sem að verið var að setja fram á fundinum að það var ákveðið mál sem að flaug hérna alveg undir radarinn hjá mér. Og það er einn liður hérna í aðalskipulagi Borgarbyggðar sem að ég held að hafi tekist alveg einstaklega vel til. Því þetta er alveg gríðarlega mikið verk að koma þessu heim og saman. Og það er einmitt varðandi þetta svæði hérna M402 sem að ráðgert að taki miklum breytingum í þessu nýja aðalskipulagi. Og þá spyr það vöknuðu svo margar spurningar bara við það að sjá þessa landnotkun breyta. Og fyrsta spurningin varðandi uppbygginguna í Brákari, komin á einhver samningu þar annarkvort í formi viljayfirlýsingar eða einhverjir aðilar sem vilja byggja þar upp á grundvelli þessar breyttu landnotkunar og í öðru lagi af hvaða hvötum á samfélagið í Borgarbyggð ef ekki neinn aðili, nú er ég búinn að svara fyrir spurningunni, ef ekki neinn aðili, af hvaða hvötum á samfélagið í Borgarbyggð að greiða götu einhverja aðila ef ekki samkomulag samanber fyrstu spurninguna. Mér finnst að sá gjörningur að innifela í aðalskipulagi breytta landnotkun hefur eða getur haft áhrif á starfsemi þeirra atvinnufyrirtækja sem máli tengist og því ég hlynntur að fresta þessu máli en bara mánuð og taka upp bara óbreytt fyrirkomulag bara varðandi reitin M402. Takk fyrir. Takk fyrir það, Kristján. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Nú ætlum við að fjalla eingöngu þennan reit M402. Þetta ekki úr lausu lofti gripið eða bara út frá einhverri viljayfirlýsingu sem átti sér stað hér fyrir nokkrum árum síðan og rammaskipulagi sem var unnið og hefur verið kynnt fyrir öllum hér inni. Þetta var niðurstaða líka út úr vinnu meðal allrar sveitarstjórnar framtíðarsýn fyrir eyjuna, hvers
hvernig menn sæju eiguna fyrir sér í framtíðinni, hvernig landnotkun í eigunni sæju fólk fyrir sér. Og ef við lesum hér textan, þar sem er fyrir M402, miðsvæði þar sem gert ráð fyrir uppbyggingu á gistiþjónustu, íbúðum, ýmiss konar verslunar og þjónustu með möguleikum að baðstaði eða baðaðstöðu, mannvirki á 1 til 3 hæðum, áhersla á góðar aðstæður fyrir vistvæna faramáta með ríkulegum gönguleiðum á svæði sem býður gesti og íbúa velkomna. Gera skal ráð fyrir torgi til útiveru, leikja og samveru ásamt útsýni og tengingu við sjóinn. Leitast skal við að fjölga grænum svæðum og hafa góða tengingu við náttúru. Svæðið hefur verið athafnasvæði en markmið nýs miðsvæðis í Brákarey að skapa þar nýtt kennileiti fyrir Ísland sem yrði mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og upplifun fyrir heimafólk að njóta. Í deiluskipulagi skal útfæra stíg sem fylgir ströndinni hringinn í kringum eyjuna. Svo bætist hér við. Starfsleyfi fyrir starfsleyfi skylda starfsemi sem ekki samræmist aðalskipulagi verða ekki endurnýjuð eftir að deiluskipulag fyrir miðsvæðið tekur gildi. Núverandi starfsemi er heimil fram að þeim tíma. Þetta þýðir með öðrum orðum að þetta er víkjandi landnotkun, víkjandi skipulag, að landnotkunins í raun og veru breytist ekki fyrir en að deiluskipulag hefur tekið formlega gildi. Það er búið að við erum búin að fá bæði frá þeim skipulagssérfræðingum sem að unnu aðalskipulagi fyrir okkur og skipulagsfulltrúar sveitarfélagsins eru búin að staðfesta það að þetta eigi að duga til þess að endurnýja starfsleyfi ef við ákveðum svo að renna á rassinn og fara ekkert af stað með nýtt deiluskipulag. Það er ekkert deiluskipulag í gildi í Brákarey í dag, svo menn viti það. Við erum hins vegar, það liggur fyrir samróma samþykkt allra sveitarstjórnar fyrir því að breyta þessu aðalskipulagi á þennan hátt sem við erum búin að gera. Það liggur fyrir líka einróma samþykkt í sveitarstjórnar fyrir því að vinna nýtt deiluskipulag fyrir Brákarey á grundvelli þess rammaskipulag sem hefur verið kynnt fyrir íbúum og sveitarstjórn. En við höfum hins vegar bætt inn ákveðnum punktum og áhersluatriðum sem sveitarstjórn hefur viljað koma á framfæri. Á næsta fundi skipulags- og byggingarnefndar er áformað að kynna drög að þessu deiluskipulagi. Það er áformað að deiluskipulagi verði klárt til afgreiðslu í skipulags- og byggingarnefnd í desember eða janúar. Við höfum ennþá tækifæri til þess að staldra við ef við höfum ekki komfort fyrir því að uppbyggingin muni eiga sér stað án þess að það muni hafa nein áhrif á þá starfsemi sem nú þegar er út í eigu. Við erum öll sammála um það. Við viljum ekki raska þeirri starfsemi að óþörfu. En ég bara ítreka það, þetta er ekki úr lausu lofti gripið eða eftir pöntun einhvers eins aðila þessi breyting á landnotkun og skilgreining á þessum reit. Takk. Takk fyrir það, Davíð Sigurðsson. Orðið er ennþá laust hérna dagskrárlið. Sigurður Guðmundsson, beðum orðið. Já, það er einmitt akkurat það sem að ég hefði viljað fá utanaðkomandi álit á. Það er hvort að þetta orðalag í aðalskipulaginu gildir og fyrir gildir þannig að það kom ekki í ljós eftir á. Það hafa oft orðið hér sveitarfélaginu eða nú sögum svona alls konar klúður í skipulagsmálum. Þannig að ég legg út að það gengur þessi tillaga að fresta afgreiðslunum einn mánuð og fá utanaðkomandi álit á þessu orðalagi sem við erum með í aðalskipulaginu til þess að hafa fast land undir fótum með þetta. Og það er það sem að mín tillaga gengur. Davíð Sigurðsson, beðum orðið, gjörðu svo vel. Já, ég skil út á hvað tillagaðin gengur. Ég hins vegar vill að við hugsum það. Það eru miklir hagsmunir undir að klára þetta aðalskipulag.
Það eru hagsmunir íbúa, það eru hagsmunir fyrirtækja, það eru hagsmunir fjöldan allra aðila sem eru að bíða eftir að nýtt aðalskipulag taki gildi, því að við erum búin að vera að vinna fjöldan allan af aðalskipulagsbreytingum fyrir fólk, íbúa og fyrirtæki í sveitarfélaginu í gegnum þessa endurskoðun í stað þess að taka það fyrir í hefðbundnum aðalskipulagsbreytingum. Sú tillaga sem liggur óljóst kannski eftir því hvernig eitthvað lögfræði álit muni mögulega fara það að bakka og halda óbreyttri landnotkun í Brákarey. Það ekkert eitthvað tillaga sem við afgreiðum hér í sveitarstjórn og afgreiðum svo skipulagið. Við erum þá bara að stíga tæpt ár aftur í tíman því að það veruleg breyting á skipulaginu ef við færum að breyta þessum landnotkun í Brákarey aftur og þá þurfum við að fara bara aftur á upphafsreit og auglýsa deiliskipulagið upp á nýtt. Þannig að ég ætla kannski ekki að ganga svo langt að segja heilt ár. Við færum að lágmarki hálft ár aftur í tíman. En ég bara ítreka það, við vorum samstiga það að við vildum sjá breytta landnotkun og breytta starfsemi í Brákarey. Við erum búin að reyna að setja alla þá varnagla sem við höfum möguleika á að setja til að tryggja það að við séum ekki að raska starfsemi að óþörfu. Og ég ítreka það, ég skal bara glaður óska eftir þessu lögfræðiáliti Sigurður sem þú ert að biðja og ég held að við ættum bara endilega að ná okkur í þetta lögfræðiálit áður en að við setjum nýtt deiliskipulag í vinnslu eða auglýsingu og ég bara tek undir það að við skulum afla okkur þessa lögfræðiálits. En ég ætla að ítreka það eru gríðarlegir hagsmunir undir og Brákarey og landnotkun í Brákarey svo lítill hluti af þessu stóra plaggi og þessari miklu vinnu sem hér undir. Og ef svo ég ætla að leyfa mér að segja ólíklega vildi til að við ákveðum að við viljum halda óbreyttri landnotkun í Brákarey, þá förum við bara og gerum breytingar á þessu aðalskipulagi. Það verður bara greitt atkvæði það og við bara förum þá leið. Við erum ekki komin að stað með deiliskipulagið, við getum þá bara farið og óskað eftir því að gera breytingu á aðalskipulagi á landnotkun í Brákarey til þess að tryggja núverandi fyrirtækjum áframhaldandi starfsemi. Þá bara gerum við það. En já, fleira ekki. Takk. Orðið ennþá laust. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Telma hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Mig langar að byrja á því að lýsa bara yfir mikill ánægju með plaggið sem nú komið fram. Ég mjög stolt af vinnunni á baku þetta aðalskipulag og ég styð það heils hugar. Mig langar samt að fá svar við spurningu Kristjáns áðan hvort það liggi fyrir einhvers konar viljayfirlýsing eða samningur við Festi vegna þess að upplýsingaflæði það hefur ekkert verið rosalega svona auðfengið og hvar það mál stendur og mér finnst það greiðlega mikilvægt að við séum meðvituð það á þessum tímapunkti vegna þess að það að breyta aðalskipulaginu í Brákarey var held ég ekki sérstakt málefni í kosningabaráttu Framsóknarflokksins í síðustu kosningum, heldur kemur þetta til út af því að þessi sérstaki fjárfestir kemur á borðinu. Það hafa ekki margir barist bitann síðan eða reynt að komast í röðina, þannig að það alveg auðséð að ef að þeir falla frá sínum áformum og þá ekkert lína af fjárfestum sem að bíða. Ég vona og ég veit að sá sem að kemur að uppbyggingu í eyjunni, það verður mikill happafengur fyrir hann og íbúa alla. Ég ekki að segja annað. En mig langar að fá að heyra hver staðan á þeim samningum og hvort það sé þá verið, hvort þetta aðalskipulag eigi þá eitthvað fót í framkvæmdum í náinni framtíð. Takk. Takk fyrir það. Telma Haraldóttir, forseti, ætla að fá að svara þessu örstutt. Já, það liggur fyrir viljayfirlýsing við Festir og það einmitt áformað að endurnýja hana núna bara allra næstu dögum. Við höfum verið í sambandi við Festir hvað það varðar. Mér langar kannski bara að bæta við að fyrst og síðast verið að móta hér stefnu til lengri tíma litið. Bæði þessi sveitarstjórn og aðrar sveitarstjórnar hafa verið að sjá fyrir sér langan tíma allt frá því að sláturhúsinu var lokað út í Brákarey að skapa það nýja framtíð og ég held að allir séu sammála
það og það hafi verið markmið allra að búa til nýtt líf í Brákarey. Ég verð að segja að ég gerði ráð fyrir því að hér inni í þessum sal væri bara svona almenn skilningur á því hver munurinn á aðalskipulagi og deiliskipulagi, hver væri skilningurinn á þeim skilmálum sem voru settir inn í og það væri almennu skilningur á því að við værum í rauninni að búa til nýja vöru með þessari stefnumótun sem við erum að vinna með Brákarey. Og ég verð að segja að mér finnst miður að þetta lyktar aðeins af því að vilja leggja stein í götu framkvæmda enn og aftur og ég bara tek undir orð Davíðs að það yrði bara gríðarlega sorglegt bara fyrir að almennir íbúar sveitarfélagsins sem að bíða eftir afgreiðslu á aðalskipulagi hér allt héraðið og hafa beðið í marga mánuði þurfa að þola einhvern svona pólitískan sirkus af því það vita allir að hér verða engar breytingar gerðar á einum mánuði og engir áhrif sem það mun hafa nema bara mögulega að tefja ferlið og hvern hefur það áhrif á. Það hefur ekki áhrif á okkur kjörna fulltrúa prívat og persónulega. Þetta hefur áhrif á íbúa sveitarfélagsins sem bíða eftir þessu skipulagi. Við getum alveg tekist á forgangsröðun ýmissa verkefna hérna inni en mér finnst menn vera komnir út ansi svona dapurlega slóðir í að reyna að bregða fæti fyrir verkefni með þessum hætti. Þetta er ómálefnalegt. En Sigurður Guðmundsson hefur óskað eftir fundarhlé þannig að við tökum hér þá þær mínútur sem þau þurfa til þess. Gjörðu svo vel.
Já, við höldum áfram hér á þessum fundi og við erum á dagskrárlið númer 23 sem ber heitið aðalskipulag endurskoðun vinnslutími máls númer 23.01.075 og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Kristján Hrafn hefur beðið orðið, gjör svo vel Kristján. Já, forseti, sveitarstjóri, fulltrúar, íbúar og aðrir. Mér fannst það bara vera virkilega ósmekklegt hvað forseti sveitarstjórnar sagði hér áðan og ég vil kalla eftir núna hér á þessum fundi. Hún sagði vera í gildi viljayfirlýsingu við Festi, þannig að Borgarbyggð er með viljayfirlýsingu frá Festi og ég vil fá að sjá hana. Hún er opinber. Er hún opinber? Hvar er hún? Þú fylgdi henni í fundargerð? Hún er rituð í fundargerð fyrir nokkur síðan, þannig að það er ekkert... Ég hafði bara ekki hugmynd það. Nei, það er bara... Ég var að kalla eftir því. En ég ætla, ef að þið hafi skilið mál mitt svo að ég hafi verið að leggja fram tillögu þá bakka ég meðan hann núna. Takk fyrir. Thelma Harðardóttir hefur beðið orðið. Forseti, mig langar aðeins að bregðast við orðum Guðvegar hérna áðan varðandi það að það sé eitthvað ljótur pólitískur leikur að ætla að stíga niður fæti núna varðandi aðalskipulagið og halda þar að leiðandi öllum öðrum í gíslingu. Mér finnst það bara vera fyrsta skylda allra sveitarstjórnarfulltrúa að hugsa til íbúa og þeirra sem að reka fyrirtæki í sveitarfélaginu. Og það eru sannlega flestir á því í þessari sveitarstjórn að frekari uppbygging og uppbygging sem að er hljómar á við það sem að við segjum í aðalskipulaginu er það sem að við sjáum fyrir okkur, fyrir eigina. Og það væri rosalega gaman ef svo yrði í framtíðinni. Og þar að leiðandi hef ég sem dæmi stutt það allan tíman í vinnu aðalskipulagsins að þetta yrði sett fram svona. En á sama tíma að það vonaði maður að það væri á borðinu þéttari samningur frá fjárfesta sem ætlar að stíga inn í eiginu og fara í uppbyggingu. Nú erum við bara komin á þennan punkt að við erum að fara að skila frá okkur þessu aðalskipulagi. Það er ekki þéttur samningur á borðinu við Festi, sem að ég veit allavega sem að tryggjur okkur það að uppbygging hefjist sem fyrst og almennilegur samningur, hann myndi líka segja okkur hvað við værum að fá í vasan fyrir eiguna. Eða hvað raunverulega myndi verða til í eigunni sem að skilar ábata í vasa sveitarfélagsins. Þarna úti eru fyrirtæki sem skipta gríðarlega miklu máli og þurfa að komast á nýja staði og það eru vafaatriði í aðalskipulaginu eins og við erum að setja það fram núna hvað verður afdrif þeirra og það er það sem að Davíð staðfestir hérna áðan. Hann hefur verið í sambandi við þá sem að koma að starfsleyfum og leyfiskyldu þeirra fyrirtækja sem eru þarna út í eigunni. Þannig að það eru vafaatriði og það er alveg tilefni til þess að fá lagalega aðstoð til þess að skilja betur afdrif þess að setja fram svona aðalskipulag. Ég er líka smá hugsi vegna þess að það er ekki deiliskipulag í eigunni núna og þar að leiðandi hefði ég haldið að aðalskipulagið væri það sem að í rauninni öllu ræður hvað var það skipulagi í eigunni og þar að leiðandi held ég að það sé sérstaklega mikilvægt að stíga varlega þarna inn og þess vegna styð ég það sem að Sigurður setur hérna fram í bókun vegna þess að á þessum tímapunkti þá ætla ég fyrst og síðast að hugsa hag íbúa og fyrirtækja. Takk fyrir það, Thelma. Orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Thelma og Kristján. Ég sagði það ekki hér áðan að ég teldi að það væri einhver vafaatriði það. En það er hins vegar, það er verið að halda hér fram að það sé einhver vafaatriði. Ég er mjög sannfærður það eftir þær ráðleggingar sem og ég treysti þeirri ráðleggingar sem ég hef fengið. En ég sagði jafnframt að ég skal glaður fara fram og óska eftir lögfræðiáliti til þess að staðfesta það. Og þar sem ég óskaði eftir var að við myndum þá bara fá slíkt lögfræðiálit áður heldur en að við færum að stað með deiliskipulagið.
Viljayfirlýsingin hefur alltaf legið á borðinu. Það hafa allir nema, ég bara biðst afsökunar, Kristján, þú eðlilega hefur ekki setið hér í sveitarstjórn og kannski varst ekki var við það þegar hún var unnin eða lögð hér fram á sínum tíma. Það eru allavegana flestir hér inni og þeir sem að sitja í byggðarráði meðvitaðir það að það er búið að eiga sér stað samtöl sem að forseti sveitarstjórnar og sveitarstjóri hafa leitt viðfesti og það er verið að dusta rykið af því að leggja fram endurnýjaða viljayfirlýsingu. En þéttur samningur eyjuna bara, það er ekki tímabært á þessu tímapunkti að leggja slíkan samning á borð. Söluvaran er skipulagið, deiliskipulagið þar að segja. Við þurfum að taka ákvörðun það, hvort að við ákveðum fyrir við höfum ekkert að selja fyrir að við erum búin að skipuleggja. Við getum ekki bara selt autt blað. Áttum okkur á því. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Kannski bara bæta við að sveitarfélagið fékk lögfræðilega ráðgjöf á sínum tíma sem fólst í því að sveitarfélagið getur ekki gert samning skipulag sem er ekki í gildi. Getur ekki gert samning við verktaka eða aðila skipulag sem er ekki búið að vinna, það er ekki til. Nú, varðandi það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Telma nefnir varðandi hvert við gerum ráð fyrir að þeir aðila sem eru út í Brákarey núna fari, þá bara ágætt að nefna það í þeim samtölum sem við áttum við aðila þá bentum við á athafna vinnusvæði á Vallarási og það hafa þegar aðilar sem eiga fyrirtæki út í Brákarey sótt lóðir þar. Við höfum búið til sérstaka skilmála afhendingar á þeim lóðum sem hefur verið lagt fyrir byggðarráð og verið samþykkt í byggðarráði og það eru sérstakir svona sveigjanlegir samningar sem eru gerðir bara fyrir þessa aðila. Þannig að þeim er kunnugt það, en ég tek alveg undir það að nú gerum við ráð fyrir því að í kannski cirka janúar verðum við komið með deiliskipulag fyrir svæðið og auðvitað þurfum við að vinna, nýta þann tíma vel sem er fram að þeim tíma til þess að sjá fyrir okkur bæði hvernig þetta hefur áhrif á fjárstreymi í sveitarfélaginu, hvaða verkefni sem sveitarfélag ætlar að taka að sér í áframhaldandi uppbyggingu eða niðurriði, upphugum eða hvað sem það er á þessu svæði og hvernig við ætlum að nálgast þetta verkefni á tímalinu þess til lengri tíma litið. Og það er svo vinna sem tekur við núna fyrir okkur í sveitarstjórn ásamt því hvort að okkur auðnast það að gera samkomulag við festir sem er sá aðili sem hefur sýnt þessu svæði áhuga. Það var einfaldlega þannig að á síðasta kjörtímabili þó að það hefur verið leitað út fyrir, það var engin aðili sem sýndi því áhuga að fara uppbyggingu þarna. Þannig að sjálfsögðu grípum við það tækifæri þegar koma áhugasamir aðilar uppbyggingu hérna á svæðinu. En nú tekur svo bara að vinna við og það er bara okkar hlutverk að gæta hagsmuna bæði sveitarfélagsins og þeirra fyrirtækjaeiginda sem eru þarna út í eyju og við séum að búa til framtíð þarna sem er okkur öllum til framdráttar við getum verið ánægð með og þeir samningar sem munu liggja fyrir þegar að deiliskipulagið allt svo verður samþykkt verði eitthvað sem við erum sátt við. Þannig ég ítreka það, þetta aðalega skipulag sem við erum að fara að samþykkja hér, erum að leggja hér til samþykktar í dag, hefur ekki með neinum hætti áhrif á þá starfsemi sem er í Brákarey í dag. Það er ekki fyrir að vinna og samþykkt að deiliskipulagi liggur fyrir sem við erum búin að skapa okkur stöðu. En orðið er ennþá laust. Kristján, gjörðu svo vel. Kristján Magnússon. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir íbúar Borgarbyggðar. Það fyndna við þessu umræðu að við erum öll sammála það að við viljum gera gott fyrir Borgarbyggð og gott fyrir Brákarey og allt það og þetta aðalskipulag er flott. Þessi tillaga hér, hún snýst aðallega það
hjá okkur sjálfstæðismönnum eða í minnihlutanum, erum við að skapa okkur hugsanlega, tæknilega skaðabótaskyldu gagnvart þeim fyrirtækjum sem eru þarna starfandi núna ef við stígum þetta skref í dag. Þess vegna erum við að biðja þennan mánuð það að fá þetta lögfræðiálit. Þess vegna spyr ég, hvað skeður ef við samþykkjum akkurat þessa tillögu eins og hann liggur fyrir núna á næsta sveitarstjórnarfundi? Tefst sem sagt, ég meina eins og segi, hvað gerist í þessu stjórnsýslulega umhverfi? Þetta held ég, eins og segi, við rifum okkur öll upp svona og fórum að misskilja hvort annað held ég, svona, allavega með því að sitja hérna og þá einhvern veginn finnst mér það, sko. En eins og segi, það eru þarna, við erum alveg sammála það eru þarna kjarnafyrirtæki sem við viljum alls ekki missa. Spurningin þessi, er eitthvað, nú ég að spyrja, er eitthvað, ég erum ekki í að því að sé eitthvað, heldur bara eitthvað lögfræðilegt þannig að það gæti hugsanlega einhvern tímann komið upp svo staða að sveitarfélagið yrði, eins og segi, skaðabótaskylt eða yrði uppkaup eða bla bla eitthvað. Það eru svörin, sem mér finnst okkur vanta. En í kjarnanum erum við sammála, Það nú það skrýtni í þessu öllu saman. Takk fyrir. Orðið ennþá laust. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það, Kristján. Ég ætla allavega að halda því fram. Ég ætla ekki að segja það með 100% vissu. Þú getur aldrei sagt neitt með 100% vissu. Við tökum hér stjórnsýslu ákvarðanir á hverjum einasta fundi sem að gætu vel verið kæranlegar og við gætum vel verið að baka okkur einhvers konar skaðabótaskyldu með okkar ákvörðunum. Þetta snýst í raun og veru líka bara það að trúa því að við höfum fengið góðar ráðleggingar hingað til. Ef við höfum ekki trú á því, að þá bara, þá bökkum við. Ég hins vegar bara að halda því fram að við höfum fengið góðar og réttar ráðleggingar hingað til. Ég bara, vill ekki líta á þetta sem svo, þetta ein birtingarmynd af ákvörðunarfælni, að þú ekki að taka ákvörðun þetta núna. Og ég hef alltaf sagt það, ég tilbúin að standa og falla með mínum ákvörðunum. En okkar ráðleggingar hafa verið hingað til, eða ráðleggingar til okkar hingað til hafa verið þær að þetta sé fullnægjandi til þess að baka okkur ekki, eða skapa þessum fyrirtækjum ekki vandræði. Það að fara þessa leið. Við vitum það hins vegar að við vitum það hins vegar að breytingar alltaf óþægilegar. Þetta verður alltaf óþægilegt þegar fólk þarf að breyta til og fara á nýjan stað og annað. En stefnan, við erum öll sammála stefnuna, við erum öll sammála og okkur langar í þessa uppbyggingu og okkur langar að sjá breyta mynd þarna. En það verður ekkert gert án óþæginda. Ég meina, á einhverjum tímapunkti núverandi starfsemi þá þurfa að víkja. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Sem betur fyrir þá höfum við notið þess að þeirra gæfu að njóta góðra sérfræðiráðgjafar frá Eflu hingað til. Þannig að við höfum bara treyst þeim ráðgjöfum sem vinna með okkur. Ekki ástæða til þess að efast þá ráðgjöf sérfræðiþjónustu sem að sveitarfélagið kaupir af fyrirtækinu. En orðið ennþá laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og þá ætla ég að byrja á því að leggja hér fram Sigurður Guðmundsson Sjálfstæðisflokki bað að afgreiðslu aðalskipulags verði frestað einn fund samanber framlagða bókun og ég bið það fulltrúa sem að samþykkja þessa tillögu Sigurðar frestun að gefa merki. Einhver sem kunna vera á móti. Og einn sem situr hjá.
Ok, það hún felld með 5 atkvæðum. Þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir endurskoðað aðalskipulag Borgarbyggðar 2025 til 2037 samkvæmt 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 til staðfestingar með þeim breytingum sem samþykktar voru á fundi skipulags- og byggingarnefndar og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Einhver sem kann að vera á móti, 1 sem er á móti og 8 sem samþykkja. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 24 hér í dag sem ber heiti Galtarholt 3, land númer 135043, deiliskipulag með málsnúmeru 2302-212 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar og það segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallar atriðum en þó með þeim fyrirvara að viðbragðs- og neyðaráætlun fyrir svæði verði gerð og send sveitarfélaginu og slökkviliði Borgarbyggðar. Skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallar atriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér að síðasta afgreiðsluliðnum í dag sem ber heitið umsögn drög að frumvarpi til laga breyting á búvörulögum með málsnúmeru 25-10-077 en atvinnuvegaráðuneyti kynnti til umsagnar drög að frumvarpi til laga breyting á búvörulögum nr. 99 frá 1993 og ég ætla hér að lesa upp bókun fyrir hönd sveitarstjórnar Borgarbyggðar sem svohljóðandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hefur þungar áhyggjur af afkomu íslenskra bænda og þar með fæðuöryggi landsins. Bændum fækkar jafnt og þétt og gott landbúnaðarland á undir högg að sækja og ber að vernda sérstaklega. Borgarbyggð hefur ekki farið varhluta af þessari þróun sem orðið hefur í nafni hagræðingar í greininni síðustu áratugi. Atvinnuvegaráðuneyti hefur kynnt drög að breytingum á búvörulögum. Verði þau að lögum óttast sveitarstjórn Borgarbyggðar að afkoma sífellt fleiri bænda verði teflt í tvísýnu. Íslenskur landbúnaður þarfnast opinbers stuðnings til að lifa af. Á móti býður íslenskur landbúnaður neytendum upp á sjálfbæra matvælaframleiðslu í hæsta gæðaflokki, styður við fæðuöryggi í landinu, atvinnu og byggð í öllum landshlutum. Drög að breytingum á búvörulögum virðast einkum taka mið af markaðs- og samkeppnissjónarmiðum. Það er langsótt að breytingarnar muni í raun stuðla að því markmiði að styrkja stöðu bænda og leiða til aukinnar verðmætasköpunar. Þvert á móti bendir flest til að minni stuðningu við innlenda landbúnað muni leiða til þess að bændur hætta í matvælaframleiðslu og snúi sér að öðru sem leiðir af sér að þjóðin verður háðari innflutningi. Á hveitibrauðsdögum núverandi ríkisstjórnar átti forsætisráðherra góðan fund með íbúum í Borgarbyggð og víðar á Vesturlandi, ekki síst bændum. Bændur upplifðu þar skilning á þeirri stöðu og vilja til samstarfs öflugri landbúnað í sveitum landsins. Sveitarstjórn Borgarbyggðar hvetur atvinnuvegaráðherra, forsætisráðherra og ríkisstjórnina alla til að víkja ekki að vegi þessa samtals heldur vinna að bættri afkomu greinarinnar í samráði við bændur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin hér að fundagerðum og það er fyrst dagskrárliður nr. 26, það er fundagerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 720 og forseti gefur orðið laust þessa fundagerð. Thelma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég kveð með hljóð undir 12. lið þessar fundagerðar, nr. 720. Mér langaði að forvitnast
vegna þess að samningshlutar 3 og 4 það fengust ekki útboð sem uppfylltu skilmála fyrir snjómokstur í dreifbýli þar. Hver staðan á því máli núna þegar það fer að líða að því að það mun þurfa á þessari þjónustu að halda? Hvernig, hvað verið að gera til þess að koma á samningum þessar leiðir? Takk fyrir það, Thelma Haraldsdóttir. Það mikill léttir að sjá Sigrúnu lyfta upp hönd. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Það ekki svara þessu sjálf. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Já, ég get glatt bæði forseta og ykkur með því að það eru samningar í höfn þessar leiðir sem út á stóðu og hérna áðan honum til umfjöllunar og hérna fyrirtektar þeir samningar sem að voru undirritaðar og klárir en ég fekk glóðvolgar fréttir hérna á neðstu hæðin áðan frá okkar ágæta starfsmanni Lóa Sigurðssyni að þessi samningar væri í höfn og kæmi fyrir byggðaráð í næstu viku. Takk fyrir það, Sigrún. Og orðið er ennþá laust þessa fundargerð byggðaráðs. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að fundargerð byggðaráðs frá fundi númer 721 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er það fundargerð frá fundi byggðaráðs númer 722 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Og það er enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst hún framlögð. 29. liður á dagskrá er fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 79 og ég ætla að biðja formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Nú, við erum búin að fara yfir nánast alla þá liði sem voru á dagskrá. En fyrsti liður á dagskrá var stuttarbotnar sem við afgreiddum hér áðan í Húsafelli. Annar liður var breyting á deiliskipulagi við Urriðaá sem við afgreiddum hér áðan líka. Þriðji liður var fyrirspurn skipulagsmál. Nú, þar voru verið að leggja fram fyrirspurn hvort heimilt væri að byggja 30 fermetra gestahús á lóðinni Miðháls 7 og hérna það var sem sagt niðurstaða fundarins að skipulags- og byggingarnefnd sem að fer með fullnaðarreglugerðarvald sveitarstjórnar samkvæmt samþykktum stjórn sveitarstjórnar samþykkti að heimila byggingu á 30 fermetra gestahúsi en benti jafnframt á að landeigandi þarf að uppfæra deiliskipulag. Frekari uppbygging á svæðinu yrði ekki heimiluð nema búið var að uppfæra deiliskipulag. Næsti liður það var Galtarholt 3 sem við afgreiddum hér rétt áðan. Svo var farið yfir drög að fjárhagsáætlun sviðsins og hérna nefndin gerði svo sem ekki athugasemdir við þau drög sem lágu fyrir en hérna búist er við að fara nánar yfir það á næsta fundi. Næsti liður var aðalskipulag sveitarfélagsins sem við ræddum heilmikið hér áðan og var jafnframt aðal umræðu efni þessa fundar skipulagsnefndar og það náðist bara mjög málefnaleg niðurstaða út úr umræðum á þessum fundi. Friðrik Asplund lagði þarna fram tillögur og hann vildi vissulega að lengra yrði gengið heldur en niðurstaðan var en það getur oft náðst góð og málefnaleg niðurstaða út úr samtalinu og hérna. Þetta var niðurstaðan sem var lögð hér fram áðan og samþykkt. Nú svo voru lagðar fram 2 fundargerðir afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa og 2 fundargerðir byggingafulltrúa. Það er eitt sem ég glemdi hér að fara yfir í liðnum undanvarandi aðalskipulagið og það var mikið rætt og var ábending einmitt frá fundarmanni hér í dag, Kristjáni Rafn. Það var forsíðumynd aðalskipulags Borgarbyggðar og það var samþykkt að henni yrði breytt og fyrir liggja en er ekki komnar inn í skjalið sem að liggur fyrir þessum fundi en það er búið að velja 3 eða 4 mögulega myndir sem að verða
sem eru teknar innan úr þessu sveitafélagi en ekki af fjalli úr öðru sveitafélagi. Takk. Takk fyrir það, Davíð, og orðið er laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar og það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá er hér næsta dagskrá fundargerð frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 81 og ég bið Sigrún Ólafsdóttir að koma hér upp og gera grein fyrir fundargerðinni. Forseti, sveitarstjóri og aðrir áhörendur. Þá er það umhverfis- og landbúnaðarnefndarfundur. Þetta er mjög stutt fundargerð en fundurum var langur. Því að þetta er nú svona einn af skemmtilegri fundum ársins hjá okkur í nefndinni. En þetta var fundurinn þegar við fórum í langan bíltúr sveitafélagið. Skoðum þar sem þær tilnefningar sem hefðu komið fram og við fórum ekki í langferðarbíl, við fengum bara Kristján til að keyra eins og venjulega, nefndarmann. Og ég veit nú ekki hversu langa vegalengd við keyrðum þennan dag en það var býsna langt. Og þetta var gaman og alltaf gaman að bara horfa og bara horfa í kringu sig og skoða í sveitafélaginu. Við sjáum marga staði sem náttúrulega voru tilnefndir og aðrir þeir sem við höfum fengið fregnir af að væri búið að lyfta grettistæki í tiltektar og umhverfismálum sem eru kannski ekki konir á þann stað að vera akkurat verðlaunaðir þetta árið en greinilega mikill metnaður víða að koma svona málum í góðan farveg. Nú við fórum heim eftir þennan dag með fullt af hugmyndum og niðurstaða var nú komið í flesta málaflokka en þeir verða náttúrulega ekki uppgefnir fyrir á næsta umhverfis- og landbúnaðarnefndarfundi þegar við stendur til að afhenda verðlaun í öllum flokkum. Þannig að það verður eitt skemmtilegu fundur líka. Nú, númer 2 þá var verið að ræða hreinsunarátökin og í samræmi við afgreiðsluna frá 80. fundi að þá hafði farið fram verðfyrirspurn vegna söfnunar á brotajárni og það bárust 4 tilboð og það hagstæðasta var frá Hringrás og verður söfnun, hún mun fara fram eins og venjulega í lok október og byrjun nóvember í sveitafélaginu og verður örugglega kynnt bara núna nánari útfærslur á henni mjög fljótlega. Þriðja mál á dagskrá var söfnun á rúlluplasti en eins og kannski margir vita að þá byrjuðum við að hreinsa upp plast frá því í sumar sem hafði safnast ákveðnum tíma sem var gert í framhald af því að við hættum samstarfið þennan málaflokk við Íslenska gámafélagið. Þetta var ekki heppilegu tími að öllu leyti, það náðist að safna í nokkrum hluta sveitafélagsins en ekki allstaðar og kannski það sem þyrfti að útfæra betur og í vinnslu núna það hvernig tekið á móti og safnað þessu plasti og starfsmaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar að vinna í þessu máli áfram og vonandi getum við komið með eða tilkynnt nýja lausn á næsta fundi. Þar sem við getum komið þessu allavega í farveg til bráðabirgða og horft til þess hvernig við munum leysa þetta í framtíðinni. En það eru svona ansi örar breytingar í möguleikum á því að safna þessu og við höfum verið að skoða það og reyna að finna það sem best fyrir okkar víðferma og góða sveitafélag. Nú fleira var ekki gert á þessum fundi en ef það eru einhverjar spurningar þá mun ég svara þeim. Takk. Takk fyrir þetta, Sigrún Ólafsdóttir og forseti gefur orðið laust fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð. Þá ætlar forseti að biðja annan varaforseta Sigurð Guðmundsson að taka við fundarstjórn þar sem komið að dagskrárlið númer 31. Já, það er komið að dagskrá 31 sem er fundur velferðarnefndar, númer 161 og það er málsnúmer 164 fyrirgeði. Og ég ætla að biðja formann nefndarinnar að kynna fundargerðina. Takk fyrir það.
Það var fundur velferðarnefndar frá fundi 7. október síðastliðinn. Fyrsti liður á dagskrá var trúnaðarbók. Þar eru afgreiddar umsóknir fjárhagsstyrk. Það er óheimilt að birta afgreiðslu nefndarinnar en þann 1. október voru greiddar út 18 milljónir í fjárhagsaðstoð. Það er upplýsingar sem hægt er að gefa undir þessum lið. Annar dagskrárliður gjaldskrá fjölskyldusviðs en velferðarnefnd var í rauninni þarna að byrja svona upptaktina fjárhagsáætlunarvinnunni og fórum yfir gjaldskrá sem lítur að nefndinni. Gjaldskráin tekur að hluta til mið af bara vísitölahækkun en velferðarnefnd leggur til að gjaldskrá sem snýr að félagslegri heimaþjónustu breytist aðeins og hún taki meiri mið af hjúskap og tekjum. Þannig að það má eiginlega segja að við séum svona að vinna með módel sem er unnið á Akranesi þannig að þeir sem eru tekjulægstir borgi minna og þeir sem eru í hjúskap og tekjuhæstir greiði þá aðeins meira. Þannig að þetta svona taki aðeins tillit til stöðu hvers og eins. Hækkun á heimsendum mat mun bara taka mið af kostnaði hvern matarbakka og áfram verði unnið að hækkun á akstursþjónustu eins og nefndin var búin að samþykkja áður sem mun taka gildi næstu áramót og það er það sem snýr að því að akstursþjónusta aldrara mun hækka 15% frá næstu áramótum. Og við höfum í rauninni rætt að líka bara skoða svona samræmingu á gjaldskrá á þessari þjónustu fyrir Vesturland með öðrum sveitarfélögum. Undir 3. dagskrárlið sem ber heiti Janus heilsuefling þá fór velferðarnefnd yfir tilboð sem kom frá Janusi í framhaldi af fundi sem nýr framkvæmdastjóri hjá Janus heilsueflingu kynnti og fór yfir á síðasta fundi velferðarnefndar en tilboðið felur meðal annars í sér fasta greiðslu á mánuði sem sveitarfélagið greiðir og Janus sér að innheimta öll þátttökugjöld og sér alfarið þjálfun, ráðningar og auk þess að sjá mælingar, skýrslugju og skipulegur uppbrot og fleira. Það er skemmst frá síðan að segja að nýtt greiðslufyrirkomulag er bæði hagkvæmara fyrir sveitarfélagið og veitir meiri fyrirsjáanleika þegar kemur að kostnaði. Þetta mun ekki hafa áhrif á þann kostnað sem þátttakendur eru að greiða í dag og velferðarnefnd samþykkti því fyrir sitt leyti að gengi verið til áframhaldandi samninga við Janus heilsueflingu og lagði nefndin til að nýr samningur verði til 2 ára og vísaði málinu til biðarráðs til afgreiðslu. Undir 4. lið þá sem ber heitið umboðsmaður barna að þá vorum við í rauninni að fagna komu umboðsmanns barna sem fór hér ásamt föruneyti í heimsókn Borgarbyggð þann 30. september síðastliðinn en tilgangur heimsóknar hjá umboðsmanni barna var meðal annars að fræðast stöðu flóttabarna í sveitarfélaginu og þau fengu leiðsögn á Varmaland, þau hittu börn sem stunda þar nám og fengu auk þess að skoða nýjan leikskóla á Varmalandi og að lokum heimsóttu þau Bifröst og fengu að skoða aðstæður þar sem og eiga samtal við starfsmenn sem að sinna samræmdri móttöku, annarra starfsmanna á fjölskyldusviði og velferðarnefnd í rauninni þakkar bara umboðsmanni barna og föruneyti hans fyrir komuna og sýndi hann áhuga á þessum hóp og málefnum barna og fjölskyldna í sveitarfélaginu. 5. og síðasti dagskrárliðurinn hjá okkur þessum fundi ber heiti félagslegt leiguhúsnæði en þann 11. júní síðastliðinn bókaði velferðarnefnd það hún teldi mikilvægt að leita hagkvæmari leiða þegar kemur að félagslegu leiguhúsnæði og ljóst er að það þyrfti að fara í endurbætur á hluta íbúðanna með tilhendi kostnaði og nefndin lagði því til að það yrði farið frekar í því að framleigja húsnæði til lengri tíma og hluti af þessum íbúum sem við eigum sem eru mikilli viðhaldsþörf verið seldur þegar þær losna eða leigutaka býðist annað húsnæði. Málið var tekið fyrir á byggðarráðsfundi
og byggðarlag tók undir þessi sjónarmið sem komu fram og fól sveitarstjóra og að leggja fram tillögur fyrirkomulag rekstri og eignarhaldi félagslegs leiguhúsnæðis í sveitarfélaginu til framtíðar. Það var minnisblað lagt fyrir velferðarnefndina og hún samþykkir í rauninni fyrir sitt leyti að halda þessu máli áfram að því leyti til að stofnaðar verði svona vinnuhópur til að endurskoða fyrirkomulag félagslegs leiguhúsnæðis með áherslu á sölu eigna í mikilli viðhaldsþörf og utan þéttbýliskjarna, endurfjárfestingu í hagkvæmum eignum og aukið samstarf við leigufélag. En það lagt til að í vinnuhópnum sé félagsmálastjóri, verkefnastjóri félagsþjónustu, umsjónarmaður fasteigna, fjármálastjóri, formaður velferðarnefndar og sveitarstjóri og vinnuhópurinn muni þá leggja fram heildstæða framkvæmdaáætlun innan 3 mánaða, ekki síðar en 15. janúar. En samhliða þessu verði hafið samtal við leigufélög varðandi uppbyggingu og fjárfestingu í sveitarfélaginu. Fleira var ekki gert á þessum fundi og ég svara fús öllum spurningum sem kunna að vakna. Takk. Já, ég vil þakka formanni velferðarnefndar fyrir skeiðleika yfirferð á fundagerðinni og svo það spurning hvort að einhverju vilji kveða sig til máls hér undir þessu lið. Svo ekki og þá skoðast hún framlögð og ég vil biðja forseta sveitarstjórnar að taka við fundi. Takk kærlega fyrir þetta, Sigurður Guðmundsson. Þá erum við komin að síðasta dagskrárlið hér í dag sem fundagerð fræðslunefndar frá fundi nefndarinnar númer 245 og ég bið Eðvarð Ólaf Traustason að koma hér og fara yfir fundagerðina. Gjörðu svo vel, Eðvarð. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórn, starfsfólk og aðrir áhorfendur. Ég ætla að fara yfir fundagerð fundar 245 í fræðslunefnd sem að haldin var 24. september síðastliðinn. Fyrir fundinum lágu 12 mál, einu máli var bætt inn með afbrigðum og urðu því málin 13. Náðum ekki að fara yfir all málin, svo oft gerist í fræðslunefnd, þá eru miklar umræður, áheyrnarfulltrúar og á fyrsta fundi hvers haust koma nýjir áheyrnarfulltrúar inn og fulltrúar fyrir skólana, þannig að þessir fundir eiga til að dragast á langinn. En mál númer 1 og 2 fengum við hana Sonju Lind Eyglóadóttur, íþrótta- og tómstundafulltrúa, til þess að koma og fara yfir starfsemi frístundar og vinnuskóla og sumarfjörs og það voru fyrstu 2 liðir fundarins. Eins og við höfum verið að lenda í því miður, þá hefur reynst erfitt að manna frístund hjá okkur og það var einnig þannig núna í haust að við gátum ekki boðið alla árganga velkomna inn í frístund hjá okkur í sveitarfélaginu. Það hefur verið unnið að þessu að reyna að manna þessar stöður og það er gaman að segja frá því að ég heyrði nú bara í Hlöðver forstöðumanni sviðsins í morgun og það eru alla starfsstöðvar núna up and running, svo ég sletti nú. Hins vegar höfum við verið að ræða eins og síðastliðinn vetur og erum búin að ákveða að við verum að taka það föstum tökum núna að við verðum að finna einhverja nýja leið til þess að þetta sé ekki eilíða vandamál okkur einasta hausti. Og þá er nú svo skemmtilegt að segja frá því að þessi innviða uppbygging sem við höfum staðið í frá því við tókum við er nú væntanlega að fara að hjálpa okkur bara töluvert mikið í því frá og með næsta hausti. Það er að reyna að gera vinnudaga þessara barna á yngstu skólastigum samfelldan þannig að það verði hægt jafnvel með aðstoð íþróttafélagana og fleiri að klára þeirra vinnudag fyrir klukkan 4 á dag og að þau geti þá stunda þær íþróttir sem er í boði jafnvel á sama tíma og þá verður auðveldara fyrir okkur að stilla upp
stundatöflum og annað fyrir íþróttunum, þannig að þessi krakkar ætti að geta verið svona í frístund en verið að sinna sínum íþróttum á sama tíma. Þetta er hugmynd og hún er náttúrulega ekki búið að samþykkja hana, en mér líst rosa vel á þessar hugmyndir sem hafa þó komið. Og það hefur verið þreifað á íþróttahreyfingunni með þetta og þau hafa bara tekið mjög vel í þetta. Þannig að ég er bara frekar bjartsýn að þetta gæti hjálpað okkur svona ákomandi misserum. Síðan var farið yfir starfsemi vinnuskólans og það bara gekk einstaklega vel að fá fyrirtæki til þess að aðstoða vinnuskólan í að reyna að auka fjölbreytileika fyrir þessi börn í 8. til 10. bekk. Það voru 71 ungmenni skráð sem er örlítið meira en hefur verið undanfarið. Þannig að það er spurning hvort að atvinnuástandið í svona almennt sé eitthvað kannski að breytast. Maður hefur svo sem sé það, að það eru svona blikur á lofti með það. Og gaman að sjá bara að það eru bara fyrirtæki allt hérað sem eru að taka þátt í þessu, sem að hjálpar okkur náttúrulega mjög mikið. Hvort sem það er Skógræktarfélag Borgarfjarðar eða Landbúnaðarháskólinn eða Bifröst eða Aldan, eða það er allir báðnir og búnir að hjálpa okkur við þetta. Og þetta er bara gríðarlega mikilvægt að þessi börn kynnist atvinnulífinu bara strax í staðinn þess kannski að sitja á hnjánum eða liggja á hnjánum og sinna annarri vinnu, þó hún sé mikilvæg líka. Það var einnig farið yfir sumar námskeið sem að voru haldin á vegum Borgarbyggðar í sumar og ég verð nú bara að segja að það var nú einstaklega vel haldið utan um það í sumar og það var gríðarleg fjölbreytni í þeim námskeiðum sem var boðið upp á. Og svolítið gaman að segja bara því að eftir að skráningu lauk, það voru nú 70 börn sem skráðu sig í þetta, þá voru þau ófá símtölun og póstarnir sem komu það sem að fólk var að reyna að komast inn þegar þau áttuðu sig á hvað var verið að bjóða upp á fjölbreytt og skemmtilegt starf. Ég ætla að vona að við höldum þessu áfram og þetta verði bara fastur liður fyrir ungmenni í sveitarfélaginu í framhaldinu. Bara virkilega vel gert. Mál með 3 er frístundin líka, en að þessu sinni á Varmalandi. Þar hefur verið að lenda í því að það hefur bara verið nánast engin skráning. En þá kemur upp annað vandamál þar sem að skóladagurinn hjá þessum yngstu börnum er að hætta á mismunandi tímum yfir vikudagana. Og þau hafa þar alveg þurft að bíða í skólanum í stað þess að geta farið beint heim og hafa þá verið skjólstæðinga frístundar. Einhvers staðar verða að vera eftir skóla. En nú var verið að leggja til breytingar á því að færa til akstur til að koma þessum börnum fyrir heim úr skólanum en jafnframt að bjóða upp á frístund líka. Þannig að eftir að skólabíll fer að það sé frístund í boði fyrir þessi börn. En þarna voru við kannski í þeirri stöðu að við urðum að hýsa börnin og gátum þá ekki að rukka fyrir frístundina. Þannig að það var ekki, við fengum ekki eðlilegt ástand í það hversu margir voru að sækjast eftir frístund eður ei. Þannig að þetta er bara núna í vinnslu og ég geti sagt frá hvernig þetta hefur reynst á næsta fundi sveitarstjórnar. Síðan farið yfir nefndatölur í leik- og grunnskólum. Það er örlítil fækkun ef eitthvað hún er varla marktæk. Við erum að tala um 490 börn sem er í grunnskólum í sveitarfélaginu og í leikskólanum eru 187 börn. Það er örlítil fækkun með fyrra ár. Mál með 5, sveitarstjóri kom inn á það hér áðan og ég ætla bara að fá að taka í sama streng og hann að ég tel að þessi innleiðing hafi tekist einstaklega vel. Það er umgjörn leikskóla hjá Borgarbyggð. Þetta er náttúrulega ný nálgun eins og þú komst inn á sveitarstjóri. Það var ekki bara litið til annarra sveitarfélaga með það að fá upplýsingar hvað hefði gengið vel. Það var líka haft samband við sveitarfélög hvar við höfum ekki sjá. Og ég held að svo vinna sem þarna var unnin hafi bara skilað okkur verulega góður niðurstöðu. Og á forstöðumannafundi hér í morgun þar sem að leikskólastjórar sveitarfélagsins komu og voru að fara yfir sín mál, þá töluðum við það að það sem skiptir náttúrulega mestu máli, að börnin, sérstaklega náttúrulega þau börn sem þau hafa áfram eftir klukkan 2 og 3 þegar það er boðið upp á að taka börn heim, það er bara miklu meiri ró
og það eru færri í húsi og þetta er sá tími dags þar sem börnin eru eftir 8 tíma vinnudag. Svona ung er þetta bara álag og það er oft bara svolítið mikill svona asi á þessum tíma og þessum börnum náttúrulega þetta er bara mjög langur vinnudagur. Þannig að þetta virðist hafa komið vel út og ég hugsa að ég fleiri foreldrar eftir sem hafa tök á munu taka börnin sín mögulega heim fyrir af því það er náttúrulega geðastund líka fyrir foreldrar börn heima, alveg svo í leikskólum að sé hægt að sinna þeim betur. En svo er alltaf þessi umræða kostnað og annað. Sveitarstjóri fór svo sem yfir það hér áðan að þeir sem eru ekki með vistun umfram 8 tímana eru ekki að borga meira en þeir gerðu. Það er vissulega borgað aukalega fyrir það sem við köllum náða stund sem er eftir klukkan 4 til hálf 5. En svo má líka segja í þessu að þegar þessar reglur komu á að sínu tíma að þá átti kostnaðar hlutdeild sveitarfélagana að vera 30%. Og nú er ég bara að tala vistunargjöld, ég er ekki að tala fæði. En rauntölur hjá okkur í dag er það að foreldrar eru að borga 7% af vistunargjöldum barna sinna. Og ég held að við getum bara verið stolt af því. Málunum 6 var frestað. Það var sem sagt nefndtæk íhlutun með áherslu á málþroska og læsi. Það er þá leikskólarnir. Mál 7 var ósk endurskoðun skólahagsturs í Lundareykjadal og Bæjarsveit. Þetta er annað mál sem í stóru sveitarfélagi er alltaf svolítið flókið. Nú eru lausir samningar næsta vor og þá grunar mig að það verði farið í smá uppstokkun á þessu. Bara til þess að þessi börn þurfi ekki að skrölda í skólabíl lengur en eðlilegt er. Við erum að tala um að það eru ung börn þarna sem eru að ferðast allt upp í 70 mínútur aðra leiðina á dag. Að sjálfsögðu snýst það við, það er reynt að fara löngu leiðina aðra leiðina og styttri þá að sömu bæði tilbaka en þá náttúrulega bara lengst tími allra að einhverju leyti. Og þarna var dustað af hugmynd, 20 ára gamalli hugmynd að tvískipta upp Lundareykjadalnum og það geti bara stytt þá akstur miklu fleiri barna heldur en að taka á þessum 2 bæjum sem voru til umfjöllunar í þessu bréfi sem kom frá GPF, grunnskólanum Borgarfjarðar. Og þetta erindi fór nú inn í byggðaráð, gerir ég ráð fyrir. Það kemur á endal næst, þá hafa þær ekki náð fullmóta hugmyndina. En þessu náttúrulega sjálfsögðu, það verður einhver kostnaður af þessu. Og ég er svona sem veit töluna en ég held hún sé ekki opinber þannig ég ætla ekki að fara með hana hér. En þetta er eitthvað sem við verðum að skoða. Að þetta eru mjög ungir einstaklingar þarna sem eiga í hlut. Mál nr. 8 kom frá grunnskólanum í Borgarnesi, varðandi breytingu á skóladagatali. Það snýst það að þau eru að fara í námsferð til Bretlands í 3. júní, ef maður rétt. Og þá ætti að flýta útskrift í vor, þannig að þau komast fyrir í sumarfrí. En það þýðir það að þau byrja fyrir skólanum eftir jólafrí eða 2. janúar í stað 3. Þetta var samþykkt. Mál nr. 9, því var einnig frestað, það heitir innleiðing á frigg, það er ákveðið kerfi sem ég mun fara yfir hér væntanlega á næsta fundi líka. Skólaþjónusta, handbókin, það er sama þar, við þurftum að fresta því og STEAM borgarbyggð sem mál nr. 11. Tókum mál með 12 og 13 aftur á móti á dagskrá, það er reglur námsstyrki til starfsmanna á leikskólum í borgarbyggð. Við erum nokkurn veginn að halda landsmeðaltali, ef eitthvað þá eru örlítið hærri en landsmeðaltalið í þar að segja kennurum, sérstaklega menntuðum kennurum inn í leikskólum hjá, það er eitthvað rétt losa 30%. Og þetta eru gamlar hugmyndir þar sem við bara verið að hvetja fólk í nám og þá verður að vera 75% vinnu eða meir og færið að hámarki 23 daga minni mig á ári til að sinna þínu námi. Vandamál leikskólan eins og við þekkjum hefur verið það að þegar að kennarar útskrifast þaðan þá er leyfisbréfið þeirra gilt í grunnskólum og það eru svona stærstu áhyggjur leikskólakennara. Og síðasta mál á fundinum langar mig að gera smá umræðefni. Þetta eru fundagerðir ungmennaráðs. Þetta eru 3 fundagerðir. Ég ætla ekki að fara yfir þær allar hér. En þetta eru alltaf sömu málin sem eru að koma þarna. Þau vilja komast inn í íþróttahúsinu okkar
og það mun vonandi batna næsta haust. Það er ekki tímar fyrir þau. En nú er verið að reyna að koma þeim inn í 1 tíma í Borgarnesi og það er þá kostnað annarra. Og svo eru það að horfa á 1 tíma upp á Kleppjárnsreykjum. Þau eru bara að tala um að fara í bumbubolta. Þetta er bara félagsstarf. Þetta er bara hittingur. Það sem ég hef meiri áhyggjur af, og það kom í fyrra og það kom líka í hitt í fyrra, er það að þau kvarti við því að þau geti labbað inn einhverja einustu verslun hérna í Borgarbyggð, tökum þeim í fyrirvara, en það skiptir engu máli, og versla sér sitt tóbak og sína orkudrykki og hvað það er. Það er rosalega að segja frá því að Borgarbyggð er búið að reyna að standa sig í því að fá þessa aðila sem er að selja þessar vörur til þess að setjast niður og virða þessar reglur, en það eru ansið döf eru þar. Ég held við verðum bara að gera eitthvað í þessu. En svo ætlaði að koma til okkar í janúar, sveitarstjórnarfund, og þetta eru geggjaðir krakkar og mér hlakkar bara til. Og við tökum vel á móti. Ekki fleira gert, fundi sliti. Takk fyrir mig og að sjálfsögðu, ef eitthvað spurningar eru. Takk kærlega fyrir þessi góðu yfirferð. Já, það vantar yfirleitt ekki dagskrárliðina á fund fræðslunefndar. Orðið er laust fundagerðina. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og þá telst hún framlögð og dagskráin hér í dag er tæmd. Ég þakka sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar umræður á þessum fundi. Framundan er svona fjárhagsáætlun að vinna. Það er bæði starfsfólk sveitarfélagsins, kjörnir fulltrúar sem að fara í þá vinnu. Við hefjum þá vinnu inn í fastanefndum og í dag byrjaði svona í rauninu upptaktur að þessu þegar við áttum fund með byrjum á fundi með forstöðumönnum stofnana sem mun halda áfram og þetta er náttúrulega alltaf bara bæði skemmtilegur og kræfandi tímar og ég bara vonast eftir sem áður eftir góðu samstarfi allar sveitarstjórnar í þessari vinnu og starfsmenn, þetta mæði líka á starfsmönnum sveitarfélagsins. En alltaf skemmtileg vinna þó að hún taki mikinn tíma og mikla rýni. En að því sögðu þá segi ég þessum fund slitið. Takk fyrir.